heimsljósi og það mjög persónulegur ástæði fyrir því. Ég las hana ég ætli ég hef ekki verið 16-17 ára og var að lesa hana Bjarta vornótt og var svo hrifinn að ég dreif mig í föt og labbaði niður í bæ þar sem að kærasta mín bjó og klifraði þar på svalir og las sem sagt bókin aftur fyrir hana því að þarna fannst mér ég hafa fundið þann besta skáldskap sem hægt var að finna. Lokabindið í heimsljósi. Mér finnst margt furðuveikt í því. En samt eru í þessu bindi þessar fallegu sonnettur, þessi fallega sonnetta þótt form þín hjúpi graflín. Þar rissar hann upp litla aukapersónu með einungis einu tilsvari. Hann gerir þetta oft í bókunum sín með litlu karikatúrana. Lætur að hafa eitt svona bjánarlegt tilsvar sem þeir svona eru sífellt að segja í tíma og einhvern þó í ótíma. Og þar þegar að Ólafur Kárason er komin í fangelsi fyrir kynferðisafbrot. Þar smáþjófur einn og hann alltaf að segja mikið helviti stjöfull maður ha. Mikið af góðum skáldskap hefur orðið til undir ákaflega hörmulegum ytri kringumstæðum. Maður þarf ekki annað en vera, það óþarfi að nefna nöfn. Sumar bestu bækur heimsins eru ritaðar í fangelsum, eins og Don Quixote og sumar bestu ljóðum okkar tíma voru líka ritað í fangelsum, þar sem ekki verið pappír og blað, pappír og blýantur og mönnur að læra það eða klóraður einhvers staðar á spýtukubbu náðist í með nagla eins og ljóðmæli Mandelsstams. Svo Ólafur Kárason á sér ennþá þjáningabræður. Ég hygg það. Ef maður tekur persónu eins og Ólafur Kárason sem er nú öllum mjög hugstæða þá til dæmis skynja ég hann ekki einhvern veginn sem einhverja eina mannesku heldur sem hálfgerð svona mannkinn og marga og það er þannig dálítið með persónu Laxness. Já sko, mér kannski þykir svona vænt hana því að ég þekki svo mikið af sjálfum mér í honum og ég held að hversu harðir sem menn virðast í horn að taka að öðru leyti þá séður kannski þeim meir í liðleskjurinn við beinið og ég held að afskaplega margir geti eigi einhvern svona lítinn Ólaf Kárason innan með sér. Heima hjá mér hefur alltaf verið talað 111. meðferð á hinu og þessu sem vísun í Ólaf Kárason og hans biblíulærdóm. Hefði Ólafur Kárason orðið viðurkennt skáld í dag? Það er mjög erfitt að segja. En hann var skáld og ekkert annað. En það er kannski ekki alveg mælikvarði á skáld hvort þeir fá viðurkenningu ekki. Það var mörg góð skáld verið til og ekki fengið neina viðurkenningu. Aldrei. Kannski ekki finna löngu eftir þeir voru horfnir. Við erum núna komnir inn í allt annað hugmyndasvæði heldur en þá var ríkjandi. Þessi sósíali Róman hann er eiginlega búinn með heimsstyrjöldinni síðari. Já, þá verða þáttaskil. Já, þá verða þáttaskil. Og það sama gerist hér í þeim skilningi að þessi öreigadómur mikli sem hér var sveita fátækt kaustaðana hún var mikill og ömurlegur raunveruleiki en þegar styrjöldin hefst hér þegar styrjöldin hefst í heiminum önnur heimsstyrjöldin þá breytist allt hér alveg eins og allt breytist í raunverulegu í Ameríku. Á 4. áratugnum hefur Halldór mikil afskipti á stjórnmálum og á lengstum samleið með kommunistum þótt hann hafi ekki gengið í flokk þeirra fyrir en sósíalistaflokkunum var stofnaður undir lok þessa tíma. Ég var að minnsta kosti aldrei álitinn góður sósíalisti af sósíalistum. Ég var álitinn óréttrúaður og
vafasamur og ótryggur en fólk sem ekki var sósíalistar það skildi mig einhvern veginn og fannst ég vera bara aðalsósíalistinn og ekki sósíalistinn. Sem sé leiðtogar sósíalista báðu Halldór að lesa upp fyrir sig og hann spurði eitthvað á þá leið hvers vegna honum hlýtist á heiður að lesa upp fyrir það og þá sögðu leiðtogarnir það sem sé trekkir að fólk, það kemur fólk ef við höfum þig. Og þá sagði hann eitthvað á þá leið að af hverju hafið þið þá ekki bara samband við feitustu konur landsins? Hann var barn síns tíma í kommunismanu því það voru allir hugsandi menn, meir og minna sósíalistar, er það ekki rétt? Þeir sem að tekið var mark á. En þar burt séð frá því að það var afskaplega margt sem að Halldór sagði sem gat stuða voðalega mikið fyrst en var svo rétt. Og hann hafði einhverja gáfur sem að kannski Helga systras hafði svolítið svoleiðis sem að er voðalega óvenjulegt og ég man þekki engan sko, hann sá yfir eitthvað sem að aðri tóku gettir oft fannst mér. Maður sem kemur úr þessu sér þetta gamla sveita þjóðfélag íslenska að vill fara að berjast fyrir rétti alþýðunnar og hins vinnandi manns og verður þá til þess að leita til svona nýra kenninga sem að hafa gagntekið hann eins og vildi nú verða stundum með hann var gagntekinn af þeim kenningum sem hann aðhyllist og síðan sér hann þarna ríkið í austri sem mikla framtíð og það sem koma skal og það minnkar náttúrulega ekki við fasisman. Þegar fasismi veður upp í heiminum þá verður það til þess að efla hann í baráttunni fyrir þessu svo kallaði verklýsríki en sem að fór svo eins og allir vita að reyndist ekki eins og átt að vera og varðu auðvitað hefur alveg áriðanlega orðið gríðarlegt áfall fyrir hann eins og marga aðra. Já, við vorum sviknir. Annað mál er það að á þeim tímum sem við vorum svona þjóðfélagslega sinnaðir sem kallað var og höfðum pólitískan áhuga rithöfundar víðum heim, sterkan pólitískan áhuga þá voru aðrir tímar en nú það voru tímar þegar sósíalismi hafði til dæmis verið skilgreindur og við heldum og við vonuðum að væri verið að framkvæma á sérstökum svæðum heimsins. Já. Viðhorfin hafa breyst töluvert mikið einmitt við það, meðal annars við það að við uppgötvuðum að við höfum verið sviknir sérstaklega með tilliti til Sovétríkjanna undir stalinismann. Við vorum leyndir faktist öllum annmörkum og ágöllum og ávirðingum sem fólust í þessu kerfi og heiminum var leyndur því og meira segja menn í þessu landi og rithöfundar í þessu landi þeir voru leyndir því. Þetta var mjög öflugt og sjálfu sér samkvæmt kerfi sem hafði mjög sterkar lögreglu og mjög sterkar refsingar og það var orsökin til þess til dæmis að jafnvel maður eins og Pasternak hann hafði ekki hugmyndum hve langt hafði verið gengið á hans dögum einmitt í því að bæla niður frjálsa hugsun og þröngva kosti hugsandi mann í landinu. Hann vissi það ekki einu sinni til menn sem voru bjuggu í Rússlandi vissu þetta. Nei. Þegar við uppgötvuðum þetta, sem við uppgötvuðum fyrst þegar Khrushchev hélt sína ræðu, þá svipti það blæjunni frá augum okkar á tiltölulega skömmum tíma. Ræða Khrushchevs var Halldóri þeimur meira áfall sem hann hafði skrifað 2 bækur til varnar Sovétríkjunum, Í Austurvegi og Gerska ævintýrið.
en í síðarnefndu bókinni réttlætti hann meira að segja hinar illreyndu hreinstæðni Stalíns sem kölluð eru Moskvuréttarhöldin. Gjerska ævintýrið frá tíma sem mjög ólíkur okkar tíma í verðlagningu sinni á ýmsum miðstæðum hugsjónum og ég ger ekki ráð fyrir að Gjerska ævintýrið að það veri prentað upp aftur myndi verka á menn öðruvísi sem sögulegt plagg. Já. Það ekki framan neina tillögu eða innlegg í heimsmálin. Yfirleitt það sem menn skrifa pólitík á einhverjum ákveðnum tíma, það getur verka sem öfumæli á öðrum tíma og sama gegnum svo ákaflega margar greinar til dæmis. Trúarbrögð. Það verður að skilgreina hugmyndirnar dag frá degi og meðal annars til dæmis þarf á okkar dögum að skilgreina sósíalismann upp aftur og það eru miklar tilraunir gerðar með það, miklar tilfæringar með það þó að við höfum ekki fengið neitt viðlítandi árangur. Er du socialist? Ja, jeg har kaldt mig socialist i mange år, og jeg mener, at i hovedtrækkene er jeg socialist. Men altså, jeg er ingen partimand, det vil sige, jeg hører til det socialistiske parti her på Island, som temmelig uaktiv medlem. Men jeg har altså flere idéer en sædvanlig partimand, og politik spiller ikke for mig så forfærdelig meget rolle nu mere. Kommet bort fra det. En tid som ung er man soldat, men så kommer man på lidt andre tanker senere. Det soldatervirksomheden, den udligner sig, og man bliver mere i balance. Man har ikke lyst til at stå på fronten hele tiden. Men i mine sympatier er jeg altid socialistisk. Ja, ich habe alle sozialen Ideen gehabt. Also alles, was Sie aufzählen, würde ich sagen, ja, das habe ich auch mitgemacht. Ja. Auch Religion. Sie waren Katholik. Ja. Dann sind Sie Sozialist geworden in den USA. Und Ja. dann haben Sie sich für den Kommunismus in der Sowjetunion interessiert? Ja, alle diese Sachen spielen nur eine Rolle als Zeichen auf dem Leinwand. Aber ich brauche es für meinen Stoff, für meinen Romanstoff. Það stundum komið upp á að við höfum ekki gert nógu mikið upp við Halldór Laxness. Þetta er rangt. Það þarf ekki að gera upp við Halldór Laxness. Hann gerði það sjálfur. Hann skrifaði stórmerka bók sem heitir Skáldatími og allir þekkja. Þó að megi gagnrýna ýmsa hluti þar og velta hlutum fyrir sér, að þá hann harla miskunnarleysi sjálfan sig í þessari bók og ég hafna því að hann hafi ekki gert upp við sjálfan sig. Sumir hafa viljað halda því fram og þú heyrðir það nú kannski ávæning af því á afmælistegi barns náttúrunnar að þú hefði svikið æskuhugsjónir þínar. Já, það vona ég að ég hef gert því hver sá maður sem gengur með æskuhugsjón eins og steinbarn í líkamannum eða eins og einhvern kökk í maganum alla sína hundstíð, hann nú ekki mikils virði held ég sem rithöfundur. Nei, og þú hefur losað þig við öll þín steinbörn? Já, ég hef aldrei gengið mjög lengi með teóríur eða frosið inni í teóríum mjög lengi. Ég hef kynst mörgum teóríum og verið samferðamaður svona ýmsra kenninga og kennimanna, það er að segja þeirra sem boða kenningar á tímabili og
svo breytist heimurinn og teóríurnar breytast og menninir breytast, öll viðhorf breytast og ef maður ekki fylgir með breytilegum heimi og heldur sinni hugsun í stöðugri endurskoðun meðan það lifir, þá maður ekki mikils viljaminnskosti sem rithöfundur. Umsjón hefur Halldór Guðmundsson en dagskrárgerð annaðist Þorgeir Gunnarsson. Ég held nú að ég hafi verið að þreifa áfram fyrir mér bara í myrkri mikinn hluta fyrir parti ævinnar og hafi ekki vita hvað ég var að leita að en bara með því að vera ærlegur sjálfan sig og láta ekkert frá sér sem maður ekki getur hugsað sér að sjá standa á prenti eftir sinni kristilegu samvisku þá held ég að maður geti náð árangri ef maður hefur þetta sjónarmið eitt í hyggju. Svo kemur stríðið og hér breytist allt á einn nóttu svo að segja, á þeirri nóttu sem að hér stígu herir á land, gráður fyrir vopnum og gerðu Íslanda herstöð sem stóð út allt stríðið og eftir stríðið og stendur kannski enn. Þá var allt í einu vakna maður upp við það að menn höfðu fullar hendur fjár. Menn koma úr sveitum til þess að fá að grafa skurði fyrir herinn eða byggja. Menn óðu peningana hér upp í eyru, þar sem þeir ekki höfðu vaðið einu sinni upp í ökla hér áður fyrir. Svoleiðis að þá fer ég út í allt annað, þá komin í viðþorf, þá líka sjálfstæðismálið komið upp. Og þjóðernis hreyfing mjög sterk því að hér virtist allt að sökkva í enska áhrif, amerísk áhrif og þá kemur upp þessi nauðsyn að vekja Íslendinga til þjóðernismeðvitundar svo þeir eru ekki eins og einhvers konar afbrigði af Vestur-Íslendingum hér út í hafinu og þá skrifa ég þessa bók sem heitir Íslandsklukka. Ég var með hann í huganum í 18 ára áður en ég byrjaði á henni og ég var 3 ára að skrifa hana. 3 eða 4. Kveikjan að þessari bók lá þó nokkuð langt aftur í tímanum þegar ég byrjaði á henni og ég get vil svo vel til að ég get skýrt frá því eins og það var hvenær svo kveikja átti sér stað eða hvernig ég fékk þá hugmynd að þessa bókum þetta mál yrði ég að skrifa. Það mun hafa verið 1924 kom til Kaupmannahafnar eftir að hafa verið
eftir að hafa verið þá nokkur ár í syðri löndum. Ég kom úr Englandi til Kaupmannahafnar og hitti prófessor Jón Helgason og við töluðum margt og hann benti mér meðal annars á gamalt bréf sem var prentað reyndar á dönsku í bréfabók Árna Magnússonar. Þá var þetta bréf var frá Íslendingi til Árna Magnússonar og það var skrifað á dönsku, þýtt á dönsku og stóð yfir bréfinu á íslensku Hreggviðsþula sem mjög einkennileg fyrirsögn á bréfi og gaf mér meira að segja hugmyndum að skrifa Guðskjafaþulu og þetta heiti á vissum tegund ritverka. Þannig kveikjan og þetta geymdi ég svona lengi í huga mér þetta bréfsupphaf. Hvers vegna líður svona langur gerjunartími? Það kemur ekki fram ytri hvati til þess að reka múti að skrifa þessa bók fyrir í stríðinu. Og ég gjörsamlega hrundi fyrir henni og hefur ekki verið samur síðan eins og maður segir. Mín vinnubrögð og þau vinnubrögð sem voru tíðkuð á mínum uppvaxtardögum og eins bæði í svoköldu sálfræðilegu skáldsögunni og þjóðfélagslegu skáldsögunni. Þessi vinnubrögð voru ákaflega mikið hneigð til orðafjölda og nákvæmra lýsinga og höfundurinn hann velti sér í einhverju fikknarlegu orðaskrapi sem stundum gæti verið skemmtilegt en eftir því sem tíminn hefur verið naumari fyrir menn til þess að liggja yfir bókum eftir því hefur svona stíl svona heldur misgildi sitt menn nenni ekki að bíða eftir því sem við erum að segja ef það allt saman vellur út í náttúrulýsingum og sálarlífslýsingum og ritgerða tilraunum hitt og annað inn í miðri bók menn vilja heldur fá hlutina mjög nákvæmt, konsíst og þegar ég skrifaði í Íslandsklukkuna þá var ég komin á þessa skoðun ég vildi strika út og kannski ég leit á mínum gamlu bækur og ég sá hér var hægt að strika út heilar blaðsíður hér var hægt að strika út aðra einhverju setningu og svo framvegis og vegna þess að það var eiginlega fólk sem ekki kom málinu við þó kannski fólk sem hafði lítið að gera hefði ánægju að dunda við að lesa það Íslandsklukkan dregin mikið saman í forminu og ég vona að það hef ekki orðið til þess til dæmis að persónur mínar í Íslandsklukkunni séu lakar útskýrðar heldur en í þeim bókum sem höfðu mikið orðaglam. Þá svona finnst mér eiginlega okkar to be or not to be það þegar Jón Hreggviðsson segir hvenær drepur maður mann og svo ræða öll. Ég heyri sagt að þú hefur drepið mann, Jón Hreggviðsson. Er það rétt? Hef ég drepið mann? Eða hef ég ekki drepið mann? Hver hefur drepið mann og hver hefur ekki drepið mann? Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann? Það í helvít sem ég drap hann. Og þú? Og þegar að hér árið, þegar fyrir rúmum 20 árum, 1976, voru gerðir þættir að þá bauð séra Emil Björnsson, dagskrárstjóri, fréttastjóri, mér að ræða við skáldið eina bók og ég var ákaflega fljótur að ákveða mig og við ræddum Íslandsklukkuna og það með eftirminnilegri þáttum sem að ég átti aðild að og ég mun því held ég seint gleyma. Ef við snúum okkur
svolítið aftur að því sem við byrjuðum á Íslandsklukkunni sjálfri. Þetta hefur nú borist svona vítt og breytt hjá okkur. En síðan verður hún að leikriti. Já, þegar Þjóðleikhúsið var sett á stofn þá hafði verið heldur dauft yfir leikritagerð hér langt skeið og þeir höfðu ekki mikið af frambærilegu íslensku efni til að setja á leikskrána fyrsta kvöldið. Og þeir báðu mig að gera leikrit úr Íslandsklukkunni sem ég gerði í samvinnu við Lárus Pálsson. Það var allt of langt. Það vandinn með að gera rómani að leikriti. Maður veit aldrei hvað á að vera með okkur á að sleppa á. En ég held að ég haldi nú mest upp á Íslandsklukkuna samt af hans verkum. En hún býður vonandi kvikmyndunar allengi enn. Þegar við þurfum að fá aftur svona sjálfstæðisvakning og þá þurfum við náttúrulega kvikmynd Íslandsklukkuna. Það stórbrotið og flott verk. Þó að leikgerðin hafi náttúrulega, maður kvaldist undir þessu þegar maður var neyddur í leikhús í barnaskóla. En eins og las ég þetta seinna mér og það er náttúrulega líka stórkostlegt verk þar. Síðan fór Íslandsklukkan að höfða meira til mín og það getur verið að það sé þessi kaldi glæsileiki sem er í Íslandsklukkunni. Hún er kannski einna fullkomnust í forminu af bókum Halldórs. Svo er náttúrulega lýsingarnar á Jóni Hreggviðssyni sérstaklega og Snæfríði Íslandssól. Þetta er óborganlegt. Jón Hreggviðsson, hann er töffari, hann er karl í krabbinu, kjarnistur og mikill orðhákur, hlær þegar hann er hittur og þar fram eftir göttunum. En hann er líka æðrulaus og kannski má segja að hann sé þrautsegja þjóðarinnar bara holdi klædd og hann hefur kennt mér að vera ekki alltaf að kvarta og kveina yfir öllum hlutum. Það hefur nú kannski að hún var mér svona eftirminnileg og ég meta hana svo mikið kannski af því að ég fekk ungur stemma áhuga á sögu og sagnfræði og svo hefur þessi bók vafalaust eflt þann áhuga og má nefna með sérstaklega með, finnst mér alltaf með miðhlutan af þeirri trilógíu Hið ljósa man að ég hugsa að listskáldsins hafi varla náð herra heldur en þar. Snæfríð Íslandsson þoli ég ekki. Ég er ekki ennþá búin að ná þeim þroska einhvern veginn og hafa alltaf haft svona svolítið erfiða tilfinningar í hennar garð. Skýðið höfuð á henni. Já, mér finnst hún bara mikill ættarlokk í henni og ég þetta nú svolítið grín kannski en ég hugsa að ég sé ekki orðin nógu fullorðin til þess að kunna meta Snæfríði. En að Jón er frekar þinn maður? Já, Jón er minn maður. Ég myndi vilja fá að leika Jón Hreggviðsson. Við vildum allar vera Snæfríður. Og það er svona seinni ára þá hef ég skynjað Snæfríði sem alltaf stærri og stærri persónu og mér finnst þetta að vera einn magnasta kvenlýsing íslenskra bókmennta. Hins vegar fyrir Snæfríður Íslandssól alveg óstjórnarlega í taugarnar á mér. Og ég eiginlega lít svolítið á hana sem svona táknmynd landsins að það er sama hvernig maður reynir að svífur landið eða fara með landið að landið er alltaf fyrir mann. Hins vegar held ég að mér sé óhætt að segja að Íslandsklukkan sé mjög sérstöku uppáhaldi á mér. Það finnst mér hvert orð vera á réttum stað og framúrskarandi mikið jafnvægi allir í sögunni og auk þess máli sem hún skiptir fyrir bara íslenska þjóð. Er einhver einstök bók eftir Halldór sem hefur selst best? Já, Íslandsklukkan hefur selst best. Er það rétt að því að Halldór hafið aldrei gert með eitthvað skriflega samninga? Við hefum aldrei gert það. Og hefur aldrei komið til neins misskilnings út af því eða vandræða? Nei. Meðan Halldór er að skrifa Íslandsklukkuna á heimstyrjaldar árunum síðari lét hann byggja sér hús rétt hjá æskuslóðum sínum í Mosfellssveit og kendi við Gljúfrastein. Og mér fannst að byggja upp í Mosfellssveit fannst mér svo mikið fjarstæða. Mér datt aldrei í huga að hann myndi alltaf búa hérna að læfi. Það hvarflaði ekki að mér, Ég var alveg upp á Bárugötunni bara í miðbænum. Óravegur frá Vesturbænum. Óravegur og svo kuldalegt hérna. Það var svo kuldalegt. En
svo var byggt húsið og svo var bara ekki hægt fyrir en allt var tilbúið, bara alveg voðalega fínt hús og ég fikk lánað stofuborð og skeik hjá vinafólki og við fórum að búa. Við fluttum jólin 45 og þetta var náttúrulega sko fyrir mig svona algjörlega nýtt allt saman, en svo gekk þetta allt vel. Eftir seinni heimsstyrjöldina upphófust hér á landi deilur áframhaldandi dvöl hins ameríska herliðs og urðu æ hatramari. En Halldór blandaði sér í þær bæði með greinaskrifum og skáldsögunni Atómstöðinni sem útkom 1948. Ég held að af öllum þessum bókum sem maður skrifaði þá sé það bara Atómstöðin og það ekki af tómri illgirni gagnvart honum því hann hefur verið svo duglegur að segja öllum að það sé afskaplega vond bók. Heldur finnst mér þar birtast sko einhver svona reiður kvikur Halldór. Ég held hann hafi verið of upptekinn af viðfangsefninu til þess að vanda sig of mikið við skriftirnar og mér finnst ég sjá eitthvað svona í svona einn raunverulega reiða mann þar og fyrir utan að það eru bara dásamlegar persónur og svona píkarisk lýsing á Reykjavíkurlífinu á þeim tíma. Atómstöðin finnst mér vera allt á hlaðin meiningum karlsins til þess að svona rísa undir sér þó hún sé frábærlega fyndin á köflum og margt sniðugt í henni. Og líklega er uppáhaldsbókin mér vegna þess að það er fyrsta bókin sem ég las eftir Laxness. Því að gefur mér svona 12 ára þegar ég las hana fyrst. Og þess vegna held ég líka að ég hafa lesað hana svona oft því ég skildi auðvitað ekki dýrni þegar ég las hana fyrst. Ég skildi söguna, ég skildi Uglu og skildi þessa sveitastelpu í Reykjavík. Ég man eftir þessu upplifelse sko að ég trúði henni alveg. Svona var þetta fyrir sunnan. Þetta búið Árland og þetta fólk með vinnufólk og þessi spilling og þetta fyllir í. Þetta, ég trúði þessu öllu alveg hreint bókstaflega. Svo eitthvað seinna þá las ég hann aftur og þá sá ég meira og svo las ég hann aftur og sé ég alltaf meira og meira. Það fer líka í taugarnar á mér svona þessi taoismi, kannski svona þessi ég kann sísta með þetta hjá Laxness, það er þessi taoismi hans og þessi yfir þolinmóði, algóði, organisti, hann er ákaflega þreytandi fyrir mér. Það er náttúrulega Atómskáldin sem ég hef gert mér fara að taka mér til fyrirmyndar og líka eftir ég einu öllu, þó ekki ef ég tekið með saltfiskinn. Leið og Halldór tók þátt í kappræðu samtímans á 5. áratugnum, sneri hann sér í vaxandi mæli að útgáfu og rannsóknum íslenska fornbókmennta. Útgáfa hans á Íslendingasögum með nútíma stafsetningu komast að hörðum deilum á Alþingi og hlaust af bæði lögreglu og dómsmál. En fyrir Halldóri vakti líka að nálgast sjálfur þessar bókmyndir að nýju sem hann hafði ungur þóst áhugalausum. Efter alfabetbogen, som forresten i mitt tilfælde var det Nye Testament, og så gik jeg over til Sakara. Altså for oss har det alltid været børnelitteratur, som man har syntes var spændende når barn. Når man bliver ældre, så læser man sagarerne for skønhed og kunst, som findes der. Når man bliver gammel, så læser man sagarerne for visdom. Þegar ég var strákur þá las ég allt mjög krítiskt og var á móti öllu og sallaði niður þeim hlutum sem ég kannski undir niðri var hrifinn af, en ég vil ekki láta það eftir mér að gefast upp fyrir einhverju sérstaklega stefnu og þess vegna ekki einu sinni stefnu Snorra Sturlusonar og þess vegna þegar vinir mínir voru að brýna fyrir mér að lesa Snorra Sturluson sem ég reyndar gerði, þá hafði ég alls konar aðfinnslur á Hraðbergi gagnvart Snorra. En síðan komu þeir dagar að þessir menn opnuðust fyrir mér og ég opnaðist fyrir þeim og náttúrulega er það núna svo að það eru íslenskar klassískar bókmenntir sem ég lesa af einna mest í unun og furðu.
Athuganir Halldórs á íslenskum fornsögum urðu honum líka innblástur við ritunni Gerplu, en sú saga kom út árið 1952. Gerplu hafði ég ekki mikið hugsað í smáatriðum áður en ég fór að skrifa hana. Þess vegna var ég mjög lengi að skrifa hana. Ég var á 7. ár að skrifa Gerplu. Sem sé aðalverkið fyrir mig að kynna mér miðaldirnar í Evrópu, ekki bara í Norður-Evrópu, heldur líka í Suður-Evrópu, og ég var þess vegna að taka á mig ótrúlega mikið af lesningu í þeim hlutum til þess bókstaflega geta byrjað á þessari sögu. Það var ákaflega mikil yfirlega og mikil vinna sem að ég eyddi í það að setja saman mál sem væri frambærilegt á svona sögu og sem væri rökfræðilega rétt form í máli á þessari frásögn. Og ég setti mér þá reglu að skrifa ekki annað máli þar sem hægt væri að sanna að hefði verið rétt mál á 11. öld, 1100. Það var mitt leiðarljós. Ég fór á ýmsar slóðir og Ólafs Helga og ég flakti mikið við sögu Englands á hans tíma og sögu Normandís. Ég fór til Kiev til að sjá þá staði þar sem að sá partur af sögu Ólafs gerist og svo framvegis. Það var mikil ferðalög í sambandi við þetta líka. Hvað var það sem réði því valið þínu að taka efni úr fóstbræðrasögu sérstaklega til meðferðar? Já, það var einlega þessi uppgjöf hetjusögunar sem eiginlega kom svo sterkt upp í manni eftir stríði þegar allar þessar feiknarlegu hetjur voru annarkvort dauðar eða búnar að kála sér eða farnar heim til sín eða komnar í fangelsi og maður spurði sig til hvers var þetta allt saman. Það er það mótíf sem að kemur fram í minni meðhöndlun á hetjunum sem reyndar höfundur fóstbræðrasögu hefur ákaflega sterkt uppi sjálfur. Gerpla er náttúrulega tekin upp alveg á bókmenntalegum grunni okkar Íslendinga. Það er leitað tilbaka í formi að minnsta kosti til fornsögunar að vissu leyti, eins miklu leyti eins og það er hægt raun og veru er það ógerningur að skrifa upp eða búa til það sem kallað er pastiche eða eftirlíkingarsögu af fornum bókmenntastíl. Það er ekki hægt að kopíera neina af okkar gömlu bókum. Það er alveg þýðingarlaust að reyna það. Það er aðeins hægt að hafa þær sem hvata til stuðnings. Ég hef lengi verið samfærð að þetta sé besta bók Laxness og ég hef unnið með hana og mér taldist einhvern tíðan til að ég lesi þessa bók 130 sinnum samanlagt og hún þolið það. Gerpla er saga nútíman. Hún er saga tíman þann hugsunarhátt sem skapaðist fljótlega í skáldum og heimspekingum upp úr styrjöldinni. Já, það sé ekki bara gegn hermennskunni, hermennsku og stríði sem hann beitir sér eins og ráða mest áhersla á sinni tíð, heldur gegn spilltum valdsmönnum, spilltum stjórnmálamönnum, samanber kaflandi þar sem hann fjallar
landstjórnarmenn sem að svíki kannski fyrst þá sem voru þeim tryggastir. Svo það hlýtur að vera falið í því einhvers konar uppgjör við stalinismann í Sovjetríkjónum. Hún á pólitísku plani, það alveg ljóst, hún uppgjör við seinni heimstyrjöldin, en ekki bara það. Vegna hún líka uppgjör við allar heimstyrjaldir og hún uppgjör við hugmyndafræði styrjalda og hún spyr spurningar sem eru kannski erfiðustu spurningar sem hægt að spyrja. Hún spyr af hverju? Hvaðan kemur þessi grimmd eða hvaðan kemur þessi hljómbotn sem í okkur öllum kannski sem að fasista leiðtogarnir höfða til? Ég þær mér svo sem ekkert að vera að tengja hana hér við þar sem hún snertir í ýmsa isma sem uppkomu á þessum tíma, en ég neita því ekki að það eru áhrif í Gerplu mikil frá existentialisman. Menn kannast svo sem við þessa bók, en ég hygg þó ekki að hún hafi orðið samrunnin lesendum á Íslandi yfirleitt, og þeim ekkert mjög vel við þegar þeirra hetjur eru teknar og komið upp þá, sem eitt segir. Mér finnst líka tvær sögur sem ég hef mikla mætur á og margt gott í, Atómstöðin og Gerpla. Mér finnst að þar missa hann dálítið taumhald á ástríðu sinni, þannig að vissir hlutir þar verði of að skrumskælingu og veiki þá verkin að samaskapi, og þetta mat held ég að sé ekki eingöngu minn eigin sérviska, heldur finnst mér það vera nokkuð samræmi þá fagurfræði sem Halldór sjálfur hefur sett fram í ýmsum umvælum sínum skáldsögu. Það eru til í öllum löndum menn sem hlæja á vitlausum stöðum í leikhúsinu og það getur vel verið að einhverjir hafi hlegið að Gerplu og haldið þetta veri skaup og grín. En það var það nú ekki fyrir mér, það var ramma alvara og það var fyrir mér og fyrir mig persónulega var það svo að mörguleyti harmþrungnasta bók sem ég hef skrifað og ég skrifaði hana sannarlega ekki til þess að vera með nein skrípalæti. Mér finnst styrkurinn að vera á mjög mörgum sviðum. Fagurfræðilega þetta mjög góð bók, mjög vel heppnuð, hún þjöppuð, hún náttúrulega stílfræðilegt afrek og hún fáuð og öguð. En svo finnst mér líka bara efnislega finnst mér þetta að vera rótakasta bók Laxness. Borgaði sig nú all þessi vinna? Það nú að haldið að við rithöfundur séum allir upp á peninga og auð og fræð, en ég var nú að segja að í þessu tilfelli það eru margir sér dagar sem að í sífellu sem ég vann aldrei minna en 16 tíma á dag að þessari bók. Ég verð að bæta því við að ég gerði það glaður án þess að mér dytti nokkundi með í hug nokkur kaup fyrir þessa vinnu og bjóst ekki við það. Ég myndi neitt hafa upp úr sínum að kannski snuðprur. En það gerði mér ekki til. Mér var mikil ánægja og endurlausn í því að skrifa þessa bók. Haustið 1955 Halldór staddur í Svíþjóð þegar Sænska akademían tilkynnti að hún hygðist veita honum Nóbelsverðlaunin í bókmenntum, en óhætt að telja þau virtustu bókmenntaviðurkenningu heims. Halldóri var fagnað eins og þjóðhetju þegar hann kom heim með Gullfossi eftir að ákvörðunin hafði verið tilkynnt og stóðu Alþýðusamband Íslands og Bandalag íslenska listamanna fyrir þeim móttökum. Leið og ég þakka Alþýðu Íslands, þá vil ég enn einu sinni fara með
ofurlitla tilvitnun skáld sem hefur sendt ástmey sinni ljóð og þegar hann þakkar honum fyrir þau þá segir hann þessi orð í ljóðum: þakka þú mér eigi fyrir þessi ljóð, það varst þú sem gafst mér þau öll saman áður. Þegar hann fær Nóbelsverðlaun þá var hann búinn að ylja sumum í svokallari borgarastétt þannig undir uggum að þeir áttu mjög erfitt með að mæta þessu. Í desember 1955 fór Halldór til Stokkólms að taka við verðlaununum, þar sem Elias Wessén, formaður akademíunar, ávarpaði skáldið i hljómlistarhöllinni að viðstöddum 2000 gestum. Halldór Laxness har inom prosans område förnyat det isländska språket som konstnärligt uttrycksmedel för ett modernt innehåll. Och genom sitt exempel har han givit de isländska författarna mod att använda modersmålet. Där ligger allmänt sett hans största betydelse. Jag bed eder att halda áfram þessu þýðingar miklu starfi og að hvetja aðra landsmenn yðar til að gera slíkt sama. Halldór hafði verið orðaður við Nóbelsverðlaunin nokkurt skeið, en ekki að efa að pólitískar skoðanir hans vöfðust nokkuð fyrir meðlimum akademíunar. Ákvörðun hennar var þó fagnað víðast hvar á Norðurlöndum, þar sem hann þekktu best til verka Halldórs. Og verðlaun hafi yfirleitt engin áhrif á mig sem breytandi minni stefnu í lífinu. Ég lít á verðlaun og eins var með þessi verðlaun í Stokkólum, í Nóbelsverðlaunin, sem afskaplega fallegt og gæðslegt. Já, hvað var maður að segja, kompliment, gullhamra. En þeir peningar sem fylgdu því, þá étur maður upp á 1-2 árum. Já. En það er hverju orðið sannara að ég hef haldið áfram með að vinna alveg jafnt eftir sem áður og haldið mínu striki á þeirri braut. Ég var, við skulum sjá, 55 þegar þessi verðlaun voru á döfinni, þá var ég í miðjum Brekkukotsanál, ef ég maður rétt. Síðan hef ég, eins og þú segir, ég var alltaf haldið áfram að skrifa jafnt eftir sem áður. Þessu verðlaun hafi ekki haft neina áhrif á mig. Nei, en sumir hafa viljað halda því fram endilega að þú hafi skrifað verri bækur eftir þú fékkst Nóbelsverðlaunin, þó að aðrir sjáu að þú hafi frekar skrifað öðruvísi bækur. Já, það getur vel verið, ég hef skrifað verri bækur síðan. Það er þá ekki Nóbelsverðlaunum að kenna, það er þá bara því að kenna að ég hef annarkvort mist eitthvað af þeirri snilligáfu sem það er álítið að hverju rithöfundur eigi að hafa og ellegar það getur verið eitthvað ofurlítið bogið við lesendurna sem að fella þannig dóm. Ég skal ekkert það segja, það get ég ekki dæmt það fyrir aðra dæmum. Það er komnir vissir erfiðleikar í þetta. Rembingur er kannski of sterkt orð, en þarna er einhvern veginn átíðin sem þjóðin er farin að vænta svo mikils af honum. Hann er orðinn svo mikið þjóðskáld og hann hefur ekki lengur þetta frelsi sem hann hafði áður til að vera ábyrgðarlaus. Og mér finnst leiðin liggja kannski dálítið niður á við eftir Íslandslökkuna. Það er Íslandslökkan, Gerpla, svo koma þessar bækur eftir Nóbelinn, það er Brekkvason og Paradísarheimt. Þessar bækur höfða ekki jafn sterkt til mín eins og fyrir skáldsögurnar.
sennilega vegna þess að þegar hann skrifar þessar seinni skáldsögur þá hann ekki lengur jafn viss í sinni sök þjóðfélagsmál og það hvernig veruleikinn sé samsettur. Þetta fjallar allt blekkingu og ósigur. Þessi litli bær hét í Brekkukoti. Það er þetta hús, þessi bær inn í miðri borginni, Brekkukot, sem ég hef haft í huga, ekki sem draumóra heldur sem veruleik, því að ég átti gamla frænku sem var gift þeim útvegsbónda sem bjó í svona bæ. Og það var þetta svo kallað Melkotsfólk og þessi bær, hann stóð rétt norðan við ráðherrahúsið, gamla við tjörnina. Hér stóð Brekkukot áður en það var rifið. Í þann mund sem ég var að verða til var það gistiherbergi handa hverjum sem vildi. Í svona nafni kemur fyrir þessi mikla umhugsun mín einmitt hvað er skáldsaga og samkvæmt þeirri ályktun að skáldsaga sé í raun og veru hugsuð sem sagnfræði, það er að segja upphaflega, þá hef ég sett á þetta nafn, Annál, vegna þess að það er nú sagt frá líka frá viðburðum sem gerast frá ári til árs. En svona persónulega þá leita ég oftast í Brekkukotsannál vegna þess að hún er skrifuð svo afslappað og svona hún er eitthvað svo áreynslulaus. Mér hefst vera snilldaverk á upphæðu til enda. Þórður minn, hér hefurðu biblíuna þína aftur. Það er ekki venja í Brekkukoti að hafa dýrgripi af mönnum fyrir að mega sofa. Ef þú þykkur ekki að mér biblíu Haustbjörn, lít ég svo á að þú teljir þig ekki lengur minn við. Enda myndi ég þá ekki geta látið spyrjast að ég viti að aftur þín heima. Ég skil. Þá ætla ég nú að fá þér eðla kú, því sér gjöf til gjalda. Í Guðs bænum hvað á ég að gera við kú? Ég veit ekki hversu eðlar þínar biblíur kunna vera. Rétt biblía hér á Íslandi er útlögð og þrykkt af herra Guðbrandi sálu á Hólum fyrir norðanland. Þá biblíu hef ég sjálfur barið augum hér í dómkirkjunni. Það stendur í henni að hún kosti kú, það er okkar biblía. Þetta leyti hefur sagnalist Halldórs tekið nokkrum breytingum. Hinn ágengi og stundum orðmarki sögumaður eldri verkana þokar fyrir aukinni hlutlægni og kunna athuganir Halldórs á Íslendingasögunum að hafa átt hér drjúgan þátt. Það er svo eitt höfuð boðorð í skáldskap, það er að skáldið sé háttvís og það háttvís að þegar lesandinn les bókina þá verður hann ekki var við hann að maður sé þannig viðstættur. En taki allt fyrir góða vöru sem hann segja frá. Þá er sigur raunin, þá horfum við þetta öðru svið, við sjáum að Ari skrifar, maður sér alltaf hvernig Ari skrifar, svona þeim bara kall sem hefur dálítinn fróðleik og hann gerir sitt til besta, en svo 150 árum síðar kemur maður sem skrifar Njálu. Hann skrifar afskaplega vel, en bæði hann og þeir aðrir félagar hann sem skrifuðu vel á þessum tíma, þeir hverfa allir í sínu verki. Þeir eru svo vel uppaldir, þeir eru svo menntaðir að þeir træna sér aldrei fram. Þeir hverfa í söguefninu. Þannig að sagan er svo vel gerð að hún stendur sem sérstök veröld út af fyrir sig, þess að maður sér ekki Guð. Og fyrir bragðið hafa Íslendingar trú að Njálu að því hún er skrifuð af svo mikilvægt háttvísi að trúa á hana fram að þessum dag og hann er haldið áfram að trúa á hana 1000 ára í viðbót.
Ég hafði oft verið að hugsa það að skrifa bók út af sögu Eiríks frá Brúnum sem ég las sem barn, hún var til hjá okkur og þá hef ég verið kannski 10 ára eða svoleiðis en þá voru mörg önnur umræðuefni sem voru miklu meira aðkallandi og svo líðu árin en þetta einkennilega hvað kallar maður það lífshlaup það æviferill hann hélt áfram að stríða á mig þessi æviferill Eiríks frá Brúnum svona eftir því sem árin liðu og þegar ég var í Ameríku 30 ára tíma sem unglingur eða ungur maður þá kom ég einu sinni til Utah og stóð þar við í dag mér var Utah ekki alveg ókunnugt svo loks þegar ég var búinn að skrifa svo margar bækur sem að meira voru aðkallandi þá allt í einu fekk ég miklu löngu til að skrifa sögumannsinn sem fór til Utah. Hann var ekki hugsaður upphaflega sem rithöfundur en hann lenti í því að komast í þessi stórkostlegu ævintýri sem að út af fyrir sig hann ekki getur lýst nógsamlega en eru svo stórkostleg í sjálfu sér að þau freista sagnaskáls eða minnskvæmt freistuðu mín til þess að flikka þetta allt saman upp og gera úr því svona nokkurnir hlutgengt skáldverk. Það er alveg stórkostlegt þegar maður fer með fallegasta hestinn sinn og hestinn barnanna sinn og gefur hann Danakonungi á Þingvöllum 1874. Þetta engin skáldsaga, þetta stendur í bókinni og þetta alveg rétt. Ein solches Geschenk werde ich lange in Erinnerung behalten. Konungur mun lengi minnast slíkra gjafar. Und wenn du jemals irgendetwas brauchst, dann wende dich an mich. Hann biður þig nefna nafn sitt á þér liggur lítið við. Du wirst in mir immer einen guten Freund haben. Þú munt jafnan eiga góðan vin í honum. Vinur. Ég þakka konungi góðar viðtekjur, en nú verð ég að fara. Viele Dank, aber muss jetzt gehen. God rejse. Og mange tak for hesten. Hann segir frá því í sinni litlu bók, Eiríkur frá Brúnum, að þá hitti hann mormóna sem snýr honum til mormónatrúar og fer með hann til Utah. Þessi maður lendir í Utah það sem að gerast eitthvað það alfurðulegast ævintýri á jörðinni og hann lendir í því miðju innan dásamlega fjölkvænisríki þar sem að konurnar fara í kröfugöngu undir merkinu fjölkvæni eða dauðin. Og svo framvegis þessi saga svo stórkostleg öll saman að hún freistar manns til að skrifa og hún er að vissu leyti alvöru krónika. Já, þú vilt semst meina að alvöru krónikur og kóruréttir sagfræðilegi hluti getur verið mikið lígilegri heldur en skáldsögur. Getur verið líkt, það er eftir ykkur heldur á pennan náttúrulega. Já. Og hann tekur sér þetta frí eftir Paradísarheim. Það er eins og sé ykkur herpingu finnst mér í honum þar og eitthvað þungt og eitthvað sem mér fannst ekki skemmtilegt. Þess vegna kannski kemur Kristna allir svona óvart þegar hún kemur út að hún er einhvern veginn allt öðruvísi og laus og kannski hafa leikritin hjálpað til þarna milli. Það sem mér þykir eða myndi þykja einna leiðinlegast er að hjakka alltaf í sama farinu. Ég vil leita hugsun minni að nýju formi eftir því sem mínir takmörkuðu hæfileikar leyfa. Satt að segja hef ég aldrei haft neina tilhneiging til þess að vera útungunarvél fyrir skáldsögur þó ég hafi skrifað nokkrar skáldsögur en ég hef haft
oft miklu meiri áhuga á því að rekja mínar hugsanir í beinu formi, meðal annars ritgerðarformi. Til dæmis einu sinni hætti ég við að skrifa skáldsögur í 6 ár. Eftir ég skrifaði að Aran Mikla 1925, þá skrifaði ég skáldsögur fyrir 1931. Núna fyrir nokkrum árum, ja, i kringum 1960 hætti jeg líka at skrive skáldsøger, skrivaði skáldsøger i 7-8 år. Det 9 år siden de udsendte deres sidste roman, Det genvundne paradis. Har de helt svigtet romanen? Altså, jeg har ikke afgivet løfte om det, at holde mig bort fra romanen, men jeg har været stærkt interesseret i teater i de sidste årti, og næsten alt, hvad jeg har skrevet, teaterværker. Hvordan har modtagelsen været hos kritik og publikum? Temmelig skeptisk, og folk er lidt kede over, at jeg har hørt op med at skrive romaner. De ønsker, at jeg skal fortsætte med at skrive romaner. Det er vist en almindelig erfaring, som alle romanforfattere gør, når de konverterer til teaterskrivning. Det absurde teater, har det betydet noget for dem? Ja. Det har interesseret mig som så mange andre formler. Altså hver forfatter må have sin egen formel, men det vil ikke sige, at en absurdist kan lave en formel til mig. Jeg har lavet min egen formel. Jeg skriver efter mine egne formler. Jeg havde afkvæmlega gaman að skrifa leikrit í nokkur ár og ég held ég hafi skrifað 5 leikrit í Runu, ef ég man rétt. Ég hafði mjög mikla ánægju af því, læriði ákvæmlega mikið af því. Í leikritum Halldórs frá fyrri hluta 7. áratugarins gæti bæði áhrifa frá absúrt leikritinu franska og þýska leikskáldinu Bertolt Brecht sem Halldór hélt mikið upp á og kynntist persónulega. Mér fannst ákaflega skemmtilegur félagi Brecht í tali og uppáfindingum. Hafði hann nokkur áhrif á þig til þess að fara að skrifa leikrit? Nei, hann hafði engin áhrif á mig til leikritagerðar enda fór ég ekki að skrifa leikrit fyrir mörgum áratugum síðar. Utan það eina leikrit sem ég bjóð til einu sinni að ganni mínum við að ég var að skrifa Bjart í sumarhúsum, stóru bókin, og það var Ströymrof. Já. Ég sá það aldrei, ég sá það aldrei. Þú varst ekki heima til að vera sýnt? Sá sem stendur í skjóli slíkrar konu verður sterkur. Hann skapar fullkomin verk. Með öðrum orðum, þér þykir ekkert vænt hann Öldu litlu eins og hún er. Þú skilur mig ekki, Gaia. Fyrsta minning mín sem bars er að ég fer með honum pappa í Þjóðleikhúsið og ég er svona 4 ára. Og ég sá það mesta hryllingi í heimi sín nokkuð tíman og ég geti verið mörg ár vond út í hann. Það var Silfurtungli. Hann var að fara með mig grenjandi út. Ég gæti ekki lesi og þegar ég las hana þegar ég var stelpa maður svo, þú veist, auðvitað að lesa Silfurtungli, mikið sungið þarna stuttspor og það. Ég var alltaf óbúslega vond út í hann fyrir að hafa gert þessa konu svona agalega og hamingjusama sko. Ég reyndi mikið að finna púðrið í leikritum eins og Brúnastan Sólin og Strampleikurinn en einhvern veginn tókst mér aldrei að finna það. Það er til áræðið að vera að kenna en einhvern veginn gæti ég ekki sett þessi verk í það jarðsamband sem ég hafði í öðrum verkum. Með svona kannski leikritin hafi kannski sagt mér einna minnst en ég geri mér hins vegar grein fyrir til dæmis hversu mikilvægt þau eru fyrir bók til dæmis eins og kristnihaldið. Það er þessi þarna og svona þessi fáránleikahyggja og svona sem gengur nú í gegnum öll hans verk en er svona í nöktu formi í leikritunum. Ég legg þið nú í alla jöfnum, satt að segja. Þessi blanda þessi kokteil af Beckett og UNESCO og því mér finnst þetta ekki velhæfna og ég er ekki mikið fyrir svona kokteila, maður eiginlega segir bara takk þennan kallik frá mér þegar maður. Ég held að leikritin séu ekki líkleg til langlífis eða vel heppnuð listaverk.
Það held ég stafi að því að þau eru með einhverjum hætti of lokuð. Það vantar kannski í þau drama eða átök, en umfram allt þá eru þau einhvern veginn of lokuð og óskiljanlegst til þess að ég búist við því að þau muni lifa af, jafnvel þó að djarfir leikstjórar muni vafalaust eiga eftir að gera úr þeim skemmtilega sýningar öðru hverju. Það svolítið leiðilegt, því að ég líka unglingur og veit unna þegar verður að setja upp hjá leikfélaginu mikið eftir hann af þessum, og við Þjóðleikhúsinu, Strompleikurinn og þetta. Þetta voru ágætisleikrit. Og kannski væri það verkefni fyrir unga kvikmyndaleikstjóra að taka leikrit Halldórs og matreiða þau fyrir sjónvarp og sjá hvort að þar lendist kannski að tæknin byggi yfir möguleikum á að gera þau lifandi og kannski að þeirri fantasíu sem að ég held að þau séu. Það sem að mér finnst sísta skrifum Halldórs eru held ég smásögurnar. Mér finnast sögurnar sem að eru í þessum absúrd stíl sem eru svona, sem að nálgast leikritin. Mér finnast það svona kannski einna sístar þó að sé margt í þeim. Mér finnst þessi stíl henta leikritunum ágætlega en kannski smásögunum síður. Hann sagði eitthvað tíma að smásögur væru einlega svona stílæfingar á milli stærri verka og þess vegna finnast mér smásögurnar hans ekkert svona sérstakar en þær eru þó til ágætar en mér finnst honum aldrei hafa tekist að skrifa virkilega góða smásögu. Sú ritsmíðan sem mér þykir svona mest tilum, það eru örlítil grein sem í bókinni Og árin líða frá 1983 greinin og Tómas Guðmundsson. Þetta minningagrein Tómas. Og þetta minningagrein Tómas, þetta minningagrein Halldór sjálfan. Hann skrifa minningagrein sig sem rithöfund, sem skáld og hugsuð og leiðtoga. Hann skrifa minningagrein skáldskapaldarinnar og hann skrifar í rauninni minningagrein alla þessa geggjuðu, blóðugu öld. En mitt kærasta form hefur alltaf verið ritgerðarformið og það form sem ég legg mest að rækt við. Til dæmis þessar tvær ritgerðir sem eru aðal uppistaðan í þjóðfélagsrollu vættatrú og hvað var á undan Íslendingasögum. Báðar þessar ritgerðir kostaði hvorum sig margra mánaða vinnu þó að þær séu ekki stórar eða langar eða ætti að fæla menn frá sér af þeim sökum eða myrkar en ég sem sagt var að lesa margar þúsundir blaðsíðna af efni þessu viðvíkjandi og var alveg niðursokkin í það 2 sumur. Nú og þá finnst mér líka Laxness vera algjörlega vanmetið sem ljóðskáld. Mér finnst hann bara eitt allra besta ljóðskáld aldarinnar og svona svolítið öðruvísi og hressulegri því að það ekki að finna hjá honum en vælu tón sem að finna hjá næstum öllum ljóðskáldum aldarinnar. Þetta svona þessi póetísku tilgerð og svona svolítið svona aumingjagang. Hann svona jarðbundinn og óvæntur alltaf og alltaf skemmtilegur þegar hann segir hina heittelsku létta hrissu í flokki staðra mera, þessi líkinga náttúrulega, þetta er svona flott. Ég svona fer oft með fyrsta kvæðið í kvæðakörinu, bráðum kemur betri tíð sem ég finnst reyndar að þetta gera bara þjóðsöng, fyrst að verið að tala að breytum þjóðsöng. Halldór kvæðaskáld, ekki kannski ljóðskáld, hann kvæðaskáld og það hefur verið sami mikið tónlist við hans kvæði og það hefur verið mjög vinsæl og ég hef átt við eitt stærsta kvæði hans og Rótu menn í Palmata sem ég þykir einstakt kvæði. Það er fullkomlega úrskiljanlegt en leið stinja marða svo sterkt. Tónlistin, hún þarf að geta bætt einhverju við kvæðið og Laxness stílur svo mikið eftir og í þessu sambandi er mikilvægt að hugsa til þess að Halldór var mikill tónlistarunnandi og tónlist og spilaði og ég held að eitt af því sem er svona galdur í hans stíl og hans frásögn er þessi tilfinning fyrir tíma eins og í tónlist, hvernig þetta flæðir áfram
og þetta nú mjög áberandi í kvæðunum hans en í skáldsögunum líka. Mér finnst hann hugsa svolítið svona í músík og ég held að það hafi áhrif á hans frásögn mjög mikið. Á 7. áratugnum fékkst Halldór mest við leikrita og ritgerðaskrif, en eftir 8 ára hlé sendi hann svo frá sér nýja skáldsögu, Kristnihald undir jökli. Það held ég að sé einhvers konar summa af höfundarverki Halldórs. Þetta síðasta skáldsagan síðasta eiginlega skáldsagan sem hann skrifar og hann skrifar hann eftir þó nokkuð hlé, það held ég 7 ára á milli frá síðustu skáldsögu og til Kristnihaldsins. Og það hefur ýmislegt gerst í millitíðinni, hann hefur verið að skrifa leikrit og verið að reyna sig svona við absúrdismann og kemur þarna með verk sem að ég held að hljóta að vera með merkari skáldsögum í heiminum eftir stríð og ég man eiginlega ekki eftir neinni skáldsögu sem að færist eins mikið í fang og Kristnihaldið og leysir það jafn glæsilega. Hún komur eiginlega óvart til að las hana aftur að hvað hún raun og veru fersk og ný og hvað hún spennandi bók í hans höfundaverki og að því maður svo vanur að tala allt þessar gömlu stóru bækur og gleymir öll þeim sem komu síðar og hann alltaf frjálsari og mér finnst hann komast nær einhverjum þessum hreina tóni í sjálfum sér sem hann búin að leita alla tíð. Bokens kvinnelige hovedperson, bondepiken Ua, som blev inviteret på ridetur verden rundt, og forblir for pastor Jon et symbol på renhet og skjønnhet. Ja, og hans ungdommelige kærlighed. Og så hun forsvundet, og han gemmer hendes billede i sit hjerte, og det han fornøjet med. Og han anerkender ikke den kvinde, som kommer tilbage efter 35 år. Han vil overhovedet ikke have nogen med at gøre. Det fordi han pessimist? Det tror jeg ikke. Jeg tror, Jon Primus en stor optimist, og han har fundet frem til de skønne ting, som findes inden for skabelsen, og holder fast ved dem. En þú vinnur mikið eftir ákveðnum fyrirmyndum, til dæmis en þetta í hug segir frá því í túninu heima ljósmynd sem þú hafðir fyrir þér þegar þú varst að lýsa Úu. Já, henni Sigríði Jónsdóttur í Vogum, já. Já. Móður Nonna. Móður Nonna, já. Það gefur manni dálítið aðhald að setja mynd einhvers staðar í nánd við vinnustæðin sinn af þeim hlutum sem maður búið til. Jón Primus aftur á móti, hann mjög fjarlægur kerfinu. Hann ekki á móti þjóðkirkjunni, en eitthvað á móti biskupnum eða móti neinu þarna, en hans hegðun og afstaða gagnvart mönnum og hlutum og málefnum eiginlega ekki kannski á móti öllum kerfum, en hún mjög sérvitrínsleg, en hann ekki uppreistarmaður. Hann bara dálítið latur í pressu, hann latur að skýra, latur að jarða og þess áttar, og alveg ónýtur að predika, hefur ekki predikað í marga áratugi ef ég man rétt, en hann hefur ekki gert neina uppreist á móti neinum, hvorki kirkjunni öðrum, hann vil ekki búa til nýja og betri kirkju eða þess vegtar. Hann bara þarna á sínum stað, svona sem nokkur prívat heimspekingur í raun og veru. Ég veit ekki, nötu Jón Primus alltaf þarna sem einhvers konar miðjumaður í allri bókinni, en svo þetta skemmtilegir karakterar, svo Gutmann Singmann og þetta fólk sem þarna á Nesunu og undir jökli, og mér finnst bara öll stemningin í bókinni og hvað nær út úr fólkinu án þess að vera þó að kafa undir yfirborð frásagnarinnar, þarna raun að vera alveg á yfirborðinu og lýsir öllu,
og mér finnst hann gera það mjög næman og skýran hátt í þessari bók. Mér þykir það afskaplega misheppnuð bók. Það eru dásamlega fallegar lýsingar og senur þar, eins og þegar það verið að grýta fuglana og annað slíkt. En mér finnst hún ekki að hafa tekist hjá Halldóri vegna þess að hann er að reyna að nota svona nútímalega aðferð eins og að segjast að skrifa þetta upp eftir segulböndum, og það alveg hreint steinfellur vegna þess að að skrifa upp eftir segulbönd er að svona reyna allavega að líka eftir málfari þá venjulegs fólk sem situr og spjallar inn á segulbönd, og það fólk talar ekki eins og persónur í bókum eftir Halldór Laxness. Ég man eftir því þegar að kristnihaldið kom út 1968 og maður las hana með töluverðri eftirvæntingu, en náttúrulega með kritikina alveg eins hátt stillt og mögulegt var, tvítugur maðurinn, og ég man að ég sletti svona í góm þegar ég las hana, og það var sumt sem að manni þótti fyndið, náttúrulega Umbi og Hnallþóra og svona, en eftir því sem árin líða að þá finnst mér ég sjá þessa bóki í allt öðru og flóknara ljósi. Og eftir því sem maður les oftar kristnihaldið þá finnst mann það betra. Og svo er svo mikið hlýleiki en alveg botlaus húmor. Hún er drepfyndin allstaðar þetta verk. Og ég held að þetta verk hafi mótað mjög mikið til með fólk á mínum aldri. Það hefur kannski verið sniðugt á sínum tíma, en einhvern veginn þegar ég las það fannst mér ekki skemmtilegt. Það er margt í þessari bók, hún er öðrum þræði, þá er þetta eiginlega hálfgert Nýja testamenti. Það eru heil trúarbrögð í þessari sögu, og ég hugsaði þegar tíma líði fram að þá eigi þessi bók eftir að verða alveg makalaus í heiminum. Upp úr kristnihaldinu var unnin feikivinsæl leikgerð og árið 1989 var sagan kvikmynduð, en þar var að verki Guðný, dóttir skáldsins. Það kom til fyrst og fremst að því hann skoraði á mig að gera það, og það var svo mikil alvara á bakvið það að löngu árin ég kvikmyndaði, 10 árum árin ég kvikmyndaði, þá nefndi ég kvikmyndafyrirtæki mitt eftir aðal persóninni því að ég ætlaði að kvikmynda það. Má bjóða biskupnum kaffi og með því? Takk, ég er nú annað því að þetta er ekki kaffi nema á eftir matnum. Matnum? Hvað er biskupin að tala? Til að mynda fisk. Það hefur ekki verið siður hér undir jökli að bera heldra fólki fisk, og ég ætla ekki að vera fyrst að bjóða lærðum manni fisk. Af hverju? Af hverju? Það hefur aldrei þótt viðeigandi að skára kvenfólk graðgaði í sig fiski á almannafæri. Hvað er þá viðeigandi? Hér er ekkert fínt undir 17 sortum. Ekki heldur hef ég ekki tíma. Ég þarf að baka fyrir jarðarfaragestin á morgun. Fisk. Því að enginn vor lifir sjálfum sér. Þótt Jón Prímus í kristnihaldinu verði tæpast kallaður rétt trúaður, leynir trúmála áhugi Halldórs sér ekki í bókinni, enda hafði hann fylgt honum lengi. Svona á sínum ungu árum þá kemst maður ekki hjá því að rekast á eins trúarbröð og verða meira að minna hrifin af þeim. Ég man svo langt að ég sem barn var að lesa Annie Besant sem þá var gefin út hér á Íslandi, einhver feiknalega ræður sem hún haldið í London Guðspeki. Ég var afskaplega hrifin af því, en það tóldi ekki við mig. Það tóldi ekki við mig Guðspekin. Á sínum tíma þegar ég var í Kaliforníu þá fór ég og hitti Krishnamurti sem þar hafði í kringum sér lager af áhungandum í þeim bæ sem hét Ohio, og þar sem að þessi stofnun átti eignir. Ég talaði þar við hann og það var ánægjulegt og það var hann var greindur og vel hugsandi maður,
ég var mjög hrifinn af því, ég skrifaði það þá hér í einhvern tímarit. Einhvern veginn festist þetta ekki við mig, en kaþólskan festist við mig á sínum tíma, tölvöld mikið, svo þess að ég hef líklega 1-2 ár verið alltaf að spekulera í kaþólsku, alltaf að... En þú aðhyllist engin trúarbrögð núna? Ekki neinn sérstök trúarbrögð, nei. Ekki neinn sérstök trúarbrögð. En það er margt í trúarbragðarítum og rítum eftir sérstaklega huldtrúarmenn, mystikara, sem mér finnst alltaf sérstaklega merkilegt. Og margir staðir í helgirítum sem mér finnst ákveðlega merkilegir og heldur áfram alltaf að finnast án þess að ég játist nokkrum trúarbrögðum fremur en nokkru heimspekiskerfi. Ég játast öngu, ég afneita allri ideológíu. Ég tek ekki neina ideológíu gilda. Það eina sem ég get ekki gilda er mín litla skynsemi meðan hún endist. Þú kemur til mín og segir ég hef hérna voðalega góða ideológíu fyrir þig. Universal teóri, universal kenningu, hún stýrir allt. Hún læknar hvert megin, hún leysir hvert próblem fyrir þig. Ég myndi því mér, en nei takk. Realismen í Frakklandi til að nefna tvær ekta móderni stefnur. Hvor hefur heyrt það og það er allt búið. Það eina sem lifir það er velskrifaður texti. Det er mig en ære og glæde, både personligt og på universitetets vegne, nu at overrække Halldor Laxness Sonningprisen for 1969. Árið 1969 veitti Kaupmannahafnarháskóli Halldóri Laxness verðlaun sem kennd voru við Sonning. Þessi verðlaun höfðu þá skeið verið róttækum stúdentum þyrnir í augum. Þar þeir töldu fé þeirra illa fengið með húsnæðisbraski og leiguokri og kom til mikilla mótmæla þegar Halldór veitti verðlaununum viðtöku. Það gerist svo margt. Á einum tíma var ég heiðursmeðlimur stúdenta í Kaupmannahöfn og svo annað árið þá ganga stúdentar í Kaupmannahöfn með kröfuspjöld gegn mér götur þeirra borgara á dönsku. Þetta var allt hvort veit ég afar skemmtilegt. Jú, mjög skemmtilegt. og fróðlegt og sýnir að maður á aldrei að trúa of á heiðursútnefningar. Á 7. og 8. áratugnum hlotnaðist Halldóri margvíslegur heiður fyrir ritstörf sín. Íslenskir gagnrýnendur færðu honum silfurhestin. Hann var gerður heiðursdoktor við ýmsa háskóla eins og Turku,
Tübingen og Edinborg og Háskóli Íslands veitti honum sömu nafnbót árið 1972. Ég veit ekki hvort þessari heiðursnafnbót fylgir jus docendi, en hvað sem það þá veit háskólinn nú hvað mig að finna og ég segi eins og gamla fólkið sagði stundum hann nefndu nafni mitt ef þið liggur lítið við. Hver næsta viðurkenning sem rithöfundur getur veist? Sú viðurkenning sem ég fékk frá bunustokksmönnum í Sundsvall í Svíþjóð hér árið þegar ég tók við Nóbelsverðlaununum. Mér finnst hún hafa verið alveg sérstaklega merkileg og hrífandi og mér fannst það mjög eftirtektarvert að menn sem voru að leggja bunustokk í göturnar í Sundsvall skyldu í svartasta skammdeginu 1955 virkilega rétta úr hryggnum og rísa upp og segja húrra. Verður erfiðara að skrifa eftir sem maður hefur skrifað fleiri bækur? Það náttúrulega fer eftir einstaklingum. Hérna hjá mér hefur það verið svo eins og þú spyrir. Það hefur orðið erfiðara vegna þess að ég hef gert meiri kröfur til stílsins. Ég sá í hendi mér þegar Innansveitarkrónika kom út að þar var hann að leita að upphafinu og ég fylgdist með þessu. Ég kallaði þá bók Perluna hans og honum fannst nú sjálfum að hann hefði skrifað meira skáldverk, en ég var harður á því að það væri Innansveitarkrónika væri perlan hans og þessi bók stutt og laggóð og hún skrifuð eins og ég tel að Íslendingasögurnar hefur verið skrifaðar. Innansveitarkrónika er kirkju sem var brotin niður eftir skipun Danakonungs og tók á annað 100 ára að fá menn til að hlýða því til boði. Það er aldrei gaman að því hvað er mikið basla við að brjóta niður þessi kirkju svona og það tekur mikið sendibréfum frá hásaftsöndumönnum og enda með því hún er brotin niður og Mér finnst alveg stórkostleg frásaga þegar hrísbrúafeðgar koma til pressins þegar að fara að rífa kirkjuna og kirkjuyfirvöld hafa ákveðið að Mosfells kirkja skuli eigi standa lengur og þeir berja dyrum, annar vopnaður orfi og hinn hrífunni þegar rétt gengnir að tegnum og ætla að berjast fyrir kirkjunni og presturinn frekar tregur í taumi og nennir nú ekki að fara að berjast fyrir þessu en þeir eru auðvitað að berjast fyrir Agli Skallagrímssyni að þetta er kirkjan hans og eru komnir í fornsöguna og þá segir prestur jæja, hverjir ætla svo sem að fara í að berjast Ólafur minn sem er þá gamli maðurinn og hann svarar til er ég og til er Bogi og svo kemur að því að menn takast þér og byggja hana aftur löngu seinna og alveg í raun og veru án þess að þeim hafi farið nokkuð fram í trú eða svoleiðis síðan það er vel aldrei séð að þeir hafi trúað nokkuð skrölduðum hlut en það hefur verið líkt í Íslendingum að trúa svona á kirkjur og vilja hafa í sína kirkju og álíta það ólánsmerkir að rífa í kirkju og við veitum það enn, það hefur verið trúum á kirkju hér í Strandakirkju, mann trúi á Strandakirkju, ekki á Guð í Strandakirkju, heldur bara á Strandakirkju. Það er svona eitthvað skemmtilegt og fallegt, einhverja leifar að vært að trú. Já, síðan finnst mér svona dálítið vannmettnar síðustu bækurnar, endurminningabækurnar og
til dæmis Guðskjafarþula sem ég veist algjörlega vanmetið meistaraverk. Allt liggur svo vel fyrir honum og þetta stíllinn orðinn svo einfaldur en samt fullkomið frels í leiðinni. Þetta eins og maður, sko, eins og píanóleikari sem búinn að æfa sig í 70 ár og hann getur ekki náð betri tökum á máli við stíl. Þetta einhvern veginn orðið alveg verður ekki betra. Það er bara bannað hjá mér að gefa bókum ekki séns að lesa þær ekki til enda. En ég bara gat ekki lesa hann, mér fannst hún svo leiðilega. Það er svo margt í ævisöguverkunum sem að hann tekur aftur upp úr Guðskjafarþulunni og skrifar það á öðrum forsendum og miklu betur. Já, ég held að uppáhaldsverk eftir Halldór séu minningabækurnar 4 sem ég myndi að setja sem eina bók eiginlega. Svona fyrir mismekk held ég, já, ég held að þær eftir að standa alveg jafnvel lengi á skáldsögurnar og alveg hliðin á þeim sem sjálfstæðverk. Það væri ekki Grikklandsárið sem ég held mest upp á þessum 4. Ein af þessum tilbúnu ritgerðum eða svona hálfu upploknu ritgerðum sem að þykjast vera ritgerðir og þykjast vera ævisaga og þykjast vera skáldsaga og svona sem að dálítið erfitt að skilgreina efni. Mér finnst hún kannski mörguleiti ljóðrænust og kannski gaman sem henn tærust einhvern veginn í henni finnst mér og kannski mest listræn heild þar sem hann byggir fer kannski jafnvel enn lengra út fyrir hefðbundnar minningar. Hann að vísu langt utan þær í hinum bókunum líka því þetta náttúrulega skáldverk í eðli sínu. Auk þess sem að ég líka mjög hrifinn af endurminningabókunum. Það svona höfðar síst til mín. Það náttúrulega eðli málsins samkvæmt kannski höfða meira til fólks sem að þekkir það andrúmsloft og það tímabil sem hann að lýsa og þekkir þessar persónur sem hann að segja frá. Í þeim bókum finnst mér að hann sé kominn á hástigið, á hæsta punkt í ferli listamanns. Það sem að snilldin áreynslulaus, eða hún virkar þannig á mig, þetta bara streymir fram fullkomið, ekkert meir það að segja. Ég hef satt að segja aldrei verið ofsalega hrifin af minningabókunum. Þær eru náttúrulega á köflunum afskaplega skemmtilegar, en sem heild hafa þær ekki heillað mig. Þarna hann að slaka svo mikið á eftir þetta mikla lífstarf og hann hefur kannski aldrei verið eðlilegri eða nánari og stíllinn kannski hvernig hann skrifar þetta rennur svo eðlilega og látlaust fram og jafnframt kemst maður kannski nær Halldóri heldur en nokkuð tímann áður vegna þess að hann var náttúrulega alltaf í þessum fræga feluleik með sögumannin og þá kannski annað sem var meira í forgrunni. Þarna getur hann leyft sér að koma fram og það var nú margir talað litið fyrst og fremst á þessar bækur sem það séu góð heimild Halldór sem ungt og verðandi skáld og þá semst bara í samhengi við. Ég alveg ósammála því við vegna þess að mér finnst þetta standa alveg sjálft sem listaverk. Sú bók sem kannski efst í huga mér þessa stundina er eina minningabókunum 4 sem hann skrifaði á 8. áratugnum í Túninu heima. Það nú meðalans af þeim ástæðum að bókin mjög glettin og skemmtileg en upphaf bókarinnar mjög sérstakt. Hann segir þar frá fæðingu sinni eitthvað á þá leið að hann segir fróðir menn hafa sagt mér að ég hafi ekki fæðst í timburhúsinu upp í lóðinni á Laugavegi 32 þar sem stúlkan misti mig út gluggann, heldur í steinbænum fast við götuna þar sem kötturinn stökk upp í vögguna og læsti klónum í andlitið á barninu og var hengdur fyrir vikið. Það nú eiginlega barnasaga handa útvarpinu svona eins og sem við lesna klukkan 8:30 á morgnana áður en börnin fara á fætur og eiginlega enginn hlustar í öllu landinu nema ég. Því að það allir hvað með að gera. Já, ég tel mig vera þann eina sem hlustar á barnasögur klukkan 8:30 á morgnana. Það álega ekkert barn í landinu hlustar og enginn
móðir, því það allar í húsverkum og bara ég og ég akkurat það versta públiknum sem hægt að fá fyrir þessu sögur, svona ennú þetta. Ungur í var finnst mér óskaplega skemmtileg bók. Mér finnst minningabækurnar hans svona skemmtilegri nú í seinni tíð. Þar sér maður svona hvað hann er að búa sig til sem rithöfund, pæla í ímyndinni og hvernig hann á að haga sér og setja skemmtilegar og lifandi lýsingar og svo segir þetta líka ýmislegt samtíman. Þannig að þetta er svona sagnfræði í bland. Þá held ég nú einhvern veginn að meðvitað eða ómeðvitað þá hafa hann sumuleyti stemt þessum minningabókum ekki kannski beint gegn óvitanum íslenskum aðli en einhvern veginn upp að hliðina þeim þannig að hann hafa haft þar í huga annarkvort undirneri eða beint. Endurminningabækurnar 4 eru síðasta framlag Halldórs til íslenskra fagurbókmennta en því má ekki gleyma að hann þýddi líka nokkrar bækur eftir Voltaire, Hemingway og Gunnar Gunnarsson. Ég álít að mér skoðst hvað mig snertir að þessi miklu erfiðar að þýða heldur en að semja sjálfur. Þegar maður semur sjálfur þá var maður frjáls að segja hvað sem maður vill en þegar maður þýðir þá var maður alveg rígbundinn við hugsunarhátt og orðalaga annars manns og er alveg undir þrældómsóki og ef maður reynir að bylta sér undan því óki þá er maður orðið falsari. Ég hef sagt þetta oft við forleggjara að það sé engin vandi að skrifa bók því þá bara skrifa maður það sem mann dettur í hug og sem maður veit sjálfur en þegar maður er að þýða bók þá er maður bundinn hinum manninu sem hefur skrifað bókina og gerir hugsa og tala eins og hann og þá segir ég að forleggjara þetta blessaður fyrir alla lífandi muni ekki að segja þetta svo nokkur rithöfundur heyri. Eru svo nokkur þýðari heyri því að þá vita þeir að þýðarinn setur upp prísinn. Svo langsamlega erfiðasta bók sem ég hef átt við að þýða er Farewell to Arms, Vopnin kvöld. Ég var kannski heila hálfa dagana basla við að þýða eina setningu. En stundum það borgar sig ekki að vera að hanga yfir þessu að lesa þetta í málið á íslensku fyrir kallinum. Ég hætti við þetta. En svo kom ég alltaf aftur að ég byrja á nýja leik með sterkari móral og hætti ekki fyrir ég kláraði þetta en ég hef ekki þorað að líta á þessa þýðingu síðan, það verður gaman að lesa hana. Það var alltaf eitthvað í bókum hans sem að hreyfi mig mjög, einhverjir kapítúlar, einhverjir partar, þó að þær væru ekki allar eins fullkomnar eins og Farewell to Arms sem er einhver mesta undur í skáldsögu líki sem hefur orðið til á okkar ævi. Það reis allt landið upp á mótinni. Já. Allar menntastofnanir, allir íslensku fræðingar og einkum og sérilegi barnakennarastéttin með mjög fáum undantekningum. Og það var hint að þessi bók væri bönnuð eins og oft var gert með mínar bækur. Ákaflega kom oft fyrir að hintað var af einhverjum málsmetandi mönnum að þessi ósómi væri bannaður. Halldór þýddi einnig höfuðverk Gunnars Gunnarssonar, Fjallkirkjuna. Dels har jeg oversat disse bøger, de nevnte, af begejstring for bøgerne. Og i Gunnar Gunnarssons tilfælde har jeg oversat Kirken på bjerget, dels af begejstring og dels af venskab mod Gunnar Gunnarsson. Gunnar Gunnarsson var jo den mand, som jeg havde meget at takke for. Han oversatte Salka-Valka til dansk, dengang jeg var en helt ukendt mand. Kan man nu overføre deres stil til fremmede sprog? Går der ikke meget tabt i oversættelsen? Jo, særligt når man oversætter fra en anden oversættelse, når det drejer sig om en tredje oversættelse, så går naturligvis hele den originale stil tabt. Og så findes der oversættere, som ikke har så stærk stilfølelse, og det er forekommet, at
oversættere har oversat mine bøger i årevis, uden at have kaperet min stil, uden at have forstået min stil, og bare bruge deres egen stil. Og i sådanne tilfælde, når den oprindelige stil helt går tabt i oversættelsen, så er det jo handlingen, som bogen lever på. Það hefur orðið talsverð breyting og svona vakning, getum við sagt, á síðasta áratug í varandi endurútgáfur á bókum erlendis. Bækurnar hafa komið út á rúmlega 40 tungumálum í yfir 500 mismunandi útgáfum og núna síðustu árin hafa sumar þessar bækur verið að koma út að nýju. Ég get nefnt Sjálfstætt fólk í Bandaríkjunum, Ungfrúna góð og húsið á Ítalíu, fjöldamarga bækur á Norðurlöndum, en Þjóðverjar er nú kannski öddulastir í útgáfa á hans verkum þessa stundina. Bæði þar verið að gefa út heildarritsafn verk hans sem komið vel á veg og síðan hafa bókaklúbar í Þýskalandi gefið út margar bækur. Auðvitað má búast við því að og maður hefur séð mörg dæmið það að höfundar sem byrjuðu sinn feril snemma á öldinni eru horfnir af bókamarkaði. Og svo þarf eitthvað sérstakt til að bækur að komast aftur í umferð. En bækur Halldórs hafa verið viðloðandi á erlendum mörkuðum áratugum saman en eru í sannkallari uppsveiflu þessa stundina. I have a dream that either that The Fish Can Sing and the book we call Paradise Reclaimed could be either put together in one volume or come out simultaneously. But Paradise Reclaimed is a book set in America. Theoretically, we Americans who have trouble finding other countries on the map at least know where Utah is. Halldór Laxness hefur alla tíð haft mikinn áhuga öðrum listum en ritlistinni, einkum þó tónlist og myndlist. Hann fór í iðnskólann þegar hann var unglingur, einn vetur held ég bara, og þá teiknaði hann voða mikið, en hann var ekki, hann málaði ekki, en ég held að hann hafi hent öllum þessum teikningum, nema þessar einu mynd sem hann var bara einhvern veginn komin annað, systur að sáttana. Og Halldór fór oft með pappa heim eftir mat og fylgdist með honum að spila, sérstaklega mikið yndi af Bach. Og það sem pappa þótti alltaf furðulegt var að allan þennan tíma og öll þessi skipti þá lét Halldór þess aldrei getið að hann sjálfur kynna að leika á hljóðfæri og væri með þessar viðtækur í að spila verk eins og eftir Bach. Og föðurmönnum þóttu þetta eiginlega merki hvers konar persóna Halldór var. Hann var bara virðingu fyrir list annara og kunnáttu og var svona einkennilega lítillátur. Hugðarefni Halldórs voru þó ekki eingöngu af listrænum toga. Hann var mikið fyrir bíla og þeir voru alltaf voðalega vel pússaðir, maður þurfti alltaf að vera með tuskuna ykkur og pússa því hann pússaði ekki sjálfur. Og var svona voða mikið fyrir, hann var veikur fyrir fínum bílum, ég veit ekki af hverju. En, og fötum. Það var afskaplega mikið fyrir föt, fín föt, falleg föt og ofta afskaplega falleg föt. Skemmtilegast að gera með honum pappa var nefnilega að fara með ferðalag. Því að hann gæti verið ákaflega fyrirferða mikill á heimili, hann var það náttúrulega það. En þegar maður fór með ferðalög, þá sló hann af öllum þessum kröfum sem hann gæti stundum verið að þreyta fólk á heima, skilurðu. Hann skipti gír, það var sem hattinn og ferðalegin allt það, en þú veist, hann var hinn auðmjúki ferðalangur og það var svo gaman að vera með honum. Ég held að það sem að kannski mér minnistaðast er orðfæri hans og orðanótkun. Auðvitað þekkti ég eins og aðrir fjölbreytileika í orðvali og stíl í bókunum en það kom mér og hefur komið mér sífellt á óvart hvað þessi sérkennilegu orð og nýyrðasmíð og annað slíkt leikur honum svona létt á tungu hvað honum er tamt að nota sjaldgæf orð og orðasambönd í daglegu tali og spjalli. Það er sannlega liðin tíð en ég ætla að vera mann eftir því
þegar ég var ungu maður að þá voru allir að herma eftir Halldóri og Íslendingar máttu ekki sko fá í annan fótinn og þá fóru þeir alltaf að herma eftir Halldóri og það var svona þessi gestikulasjón með höndunum og það voru þessi sog og þetta var bara, það voru allir í þessu og maður heyrði alveg ógrynni af sögum og sumar rötuðu nú í íslenska fyndni eins og þessi saga af Halldóri þegar hann að koma keyrandi úr Mórsveitinni í bæinn og mætir ákala fyrirferða miklum trukk á veginum, einhver jótínur sem að koma og tekur svo mikið pláss að Halldór neyðist til þess að keyra út af. Bílstjórinn stoppar og skrúar niður rúðuna og spyr í öngum sínum hvað hafi komið fyrir og Halldór svarar en nokkuð fleira sem ég get gert fyrir yður. Og það var svo margt sko og hann var svo margsær og svona eins og komum við þjóðtandaðan og þá fór hann sko kannski að hyrst og saman sko, og gerði það auðvelt fyrir alla skopleikara að herma eftir honum og í þessu vitraborði og stundum án þess að skynja þetta óheyrlega og margþætta og þetta stem stríti á. Því verður varla neitað að Halldór Laxness hefur borið höfuð og herðar yfir aðra íslenska höfunda á þessari öld og stundum hefur því verið haldið fram að það hafi háð öðrum höfundum. Þeir hafi með einhverjum hætti staðið í skugga hans. Mér finnst að á eftirstríðsárunum þá hafi karlhöfundarnir verið mikið veikari fyrir valdi Laxness og hilst meira til þess að herma eftir honum. Kannski vonum að fá Nóbelin líka. En konurnar, þær gera þetta ekki. Mér finnst mjög erfitt að segja til hvers konar áhrif Halldór hefur haft á mann, en maður afskaplega samgróin honum og það er bara erfitt að tala hann af því nálæðin svo mikil. En ég alveg handviss það að ég myndi skrifa einhvern veginn allt öðruvísi ef ég hefði ekki gleypt í mig allt sem hann hefur skrifað. Þannig að hann er hluti af því sem maður gerir án þess að það kannski sjáist endilega á yfirborðinu. Hann er ekki fyrir mér, nei, en ég man eftir ég hafa hugsað svona þegar ég var yngri, þegar ég var einmitt á kafi að lesa hverja bókina fætur hann svona í kringu 20, að þá hugsaði ég hvað eru aðrir að vilja upp á dekk? Það er búið að skrifa svo stórkostlega bækur, það getur enginn gert neitt í líkingu við þetta og til hvers erum en þá að reyna. Það er bara hátíð fyrir okkur Íslendinga að hafa slíka stærð hjá okkur. Ég meina, ekki eru Kölnarbúar að kvart undan Dómkirkjunni í Köln, ég meina ekki að hún þvælist eitthvað fyrir þeim, þó að vissulega getum varpað skugga yfir bæinn. Ef þú ert með eitt stórt fjall þá þurfa litlu fjöllin ekkert að vera öfundsjúk því að þau hafa sín sjarma líka sko. Það hlýtur að vera mikil hamingja fyrir hvern sem er að eiga eitthvað sem er stórt, en auðvitað er erfitt fyrir menn ofta að koma eftir slíkum höfundi því að þeir eru borðnir sama við hann. Nú stundum líkja menn of eftir á tímabili en reyna síðan að gera uppreisn og þetta hefur nú gengið með ýmsu móti hjá okkar höfundum, en ég held nú samt að það veri erfitt að benda á nokkurn höfund sem hefði orðið að einhvers konar kriplingi vegna návistarinnar við Halldór. Ef mönnum liggur eitthvað mikið að hjarta þá ætti einhver stormin ekki að standa í vegi fyrir því að það komi fram. Bækurnar það var þeir örfuðu og opnuðu skilning á mörgu, hjálpuðu mér til þess að leita frekari skilningar og fara það sem mér var fært að fara og örfuðu mig engungu aldrei til drafala og mér fannst það svo mikið lán að hann hækkaði kröfurnar þannig að það átti ekkert að vera auðvelt. Laxness er náttúrulega, hann er fyrir íslenskan rithöfund er hann alveg svona svona stanslaus akademía. Þú getur sem sé farið í hans verk og numið endalaust. Ef að Halldór Laxness sagði í viðtali, það er náttúrulega bara ein leið til að skrifa, hún er raunsæ. Og sagði svo þetta segja allir í London, París og Róm, hvað átti þá aumingja vesæll íslensku rithöfundur að gera annað en að lúta höfði, en menn gerði það nú raunar ekki, menn gerði það sem sýndist og menn voru að skrifa öðruvísi en raunsætt og mann voru að skrifa eftir sínu lagi. Það voru aðra kröfu fyrir sem hann frelsaði
okkur af. Það var fornsögurnar það. Og gerðu uppreist gegn því eins og svo það náttúrulega óþarf að segja það að þegar hann fekk Nóbelsverðlaun þá fekk hann sumbart fyrir að endurvekja hefð fornsagnanna. Sko, reisa móti því og endurvakti það og endurskoðaði og endurvakti fyrir okkur. Og hann sjálfur, hann hefur aldrei verið mér til trafala, eingöngu örfun og ögrun. Ég held reyndar sko að fólk á mínum aldri eða mín kynslóð, ef það vera svo hátilegur af rithöfundum, hafi svona framan af reynda svolítið að forðast að Halldór í svolítið fjarlægð. Þetta svipað eins og kannski með Einar Ben, það oft vitnað í Einar Ben og kannski Jónas en þetta eitthvað sem okkur fannst svona frekar hallærislegt og það kannski ekki fyrir núna á svona síðustu árum sem maður farin að laumast í bækurnar hans svona og ég reyndar sko að því ég hef lesið það fáa bækur eftir en þá get ég látið mig hlakka til að lesa þessar ólesnu bækur sko. Ég kannski mín kynslóð svo fyrsta sem að svona getur aðeins stungið höfðun út úr þessu skugga en samt sem áður það að hann náttúrulega alltaf þarna kallinn eins og held ég að sé nú bara kannski best að hugsa ekki alltaf mikið það maður ber sér ekki saman við það þannig og ég veit ekki, það kannski það önnur viðmið og við erum fyrst og fremst svona bara þakklátir lesendur, þetta eru bækur sem að alltaf því koma til okkur aftur úr öldum og við erum reynda voru svo heppnir að fá að svona sjá mannin í einstaka viðtali í fullu fjöri og það sagði okkur að rithöfundar ættu að bera sig vel og eiga svolítið að dámtímann í farteskinu. Hann náttúrulega heiminin og maður undir því og það gott. Ég bara man eftir þessum heildar áhrifum hvað það gaman að þessi maður skuli hafa verið til og hann skuli hafa skrifað þessi verk og hvað það endalaust hægt að finna súrefni í þessu verki. Hann náttúrulega svona eins og ein af höfuðskepnunum. Það svona álíka að vera amastu honum væri svona eins og að maður teldi að súrefni hefði alltaf staðið sér fyrir þrifum með eitthvað álíka. En ég heyrði einn svona haft eftir honum, ég man ekki hvar það var, að hann sagði Njálssögu, þessi gömlu snilldaverk, að það þýddi ekkert að vera að miða sig við þau því að þá getur mann eins lagt öll sín skrif á hilluna. Og að því leyti á það nákvæmlega sama við okkur sem mann alltaf kom á eftir Halldóri að það mjög auðvelt náttúrulega að ímynda sér að mann fallist algjörlega hendur ef maður alltaf að fara að hugsa sem svo að maður það sé nauðsynlegt að betrumbæta það sem hann hefur gert. Menn glíma þá við hann með því að leita annara leiða og nema önnur lönd. Það verður kannski engin stórveldi eins og það sem hann hefur lagt undir sig en það er sama. Þannig verður til sköpun áfram og þannig verður hann frjór sem sko frjómagn í bókmennta lífinu. Annars getur hann orðið held ég dragbítur á nýsköpun og framfæri ef hann verður settur upp sem góð sem að ekkert má við hagga, má ekki gaggrina neitt og já, allir döðrættir við hann þannig. Sko, hann segir í Ljósvíkingnum það var hann að fjalla Sigurð Breiðfjörð og áhrif Sigurðar Breiðfjörð á Ólaf Kárason og hann eitthvað að fjalla það hvernig Sigurður Breiðfjörð kunni leiðina að hjörtum fólks og gat fyllt hjörtum fólks af fegurð og sorg og segir eitthvað á þá leið að Sigurður Breiðfjörð hafi ratað ósjálfrátt þessa dularfullu leið án þess að skilja þessi leiðarmerki handa öðrum höfundum. Þetta er akkurat lýsing Halldórs á sjálfum sér. En svona í það heila tekið þá finnst mér hann vera svona bara eins og Jesú Kristur fyrir prestana að hann skaffar þeim starf en hann gerir þá líka kannski svolítið hlægilega því að þeir geti ekki gert kraftaverk. Eftir Nóbelsverðlaunin varð Halldór í vaxandi mæli að einhvers konar menningarlegum leiðtoga Íslands. Til hans var farið með erlenda mektarmenn sem hingað komu og á hann voru lagðar skyldur sem minna bæði á sendiherra og forsetastörf. Heimili hans og auðar að Gljúfrasteini
varð menningarmiðstöð og móttökustaður. Það byrjaði á því að við fórum að hafa hérna tónleika og mest voru hérna 82 og þetta stóð í mörg ár og svo var Halldór hana fyrir Mýr og þá komu Mýrar menningar eða rússar og þetta hús var stökkpallur þessara manna út í heiminn. Það var ofboðslega mikil erill og það var náttúrulega voðalega margt sem að ungur krakki kannski skilur ekki og býr í sveit sko og hefur viðmiðun bæina í kring þar sem allt var bara í volgri mjólk og gaman. En þessi sko gesta erill, hann var alveg ofboðslegur, alveg ofboðslegur. Það héngu mikið þjóðverðar með bakpoka að fá einhandaráritun og svo líka svona háttsettir menningur og fínir menn úr mennta- og menningarheiminum. Og þetta var til þess að maður var svolítið andþjóðfélagslegur orðin því að maður við systur þoldum þetta illa og fórum í burtu og því að þetta var stundum of mikið og lagðist mikið á mömmu því að hún varð að vera allt í öllu. Því að pabbi talaði við gestin en hún sá það stundum að flytja þá og búti matinn fyrir þá og keyra þá tilbaka aftur og svona, þetta var miklu meiri sveit þá heldur en nú er. Og mörguleiti höfðu við systur að ljómandi gott bara í góðu fóstri sko en að öðruleiti þá var það nú mamma sem að sá það uppeldi sem að lámas uppeldið sko. Það var nú ekki mikið í því sko pabbi. Við vitum auðvitað að sambúðans við þjóðina var mjög erfið framan af og styrð en núna langt árabil hefur hann setið á friðarstóli og menn hafa hort til hans með virðingu og stolti og mér hefur stundum fundist hann væri einhvers konar heiðursforseti eða svona menningarleg föður ímynd Íslendinga. Hans staða svo sérstök og öðruvísi en allra annara manna í íslensku þjóðlífi og menningu. Það skrýta að Halldór sagði við mig eftir að var orðið veikur bara fyrir ekki mörgum árum þá sér hann einu sinni það er einkennilegt hvað allir voru svo mikið á móti mér og fannst allt vitlaust sem ég sagði eins og ég þótti góður drengur. Og ég man eftir því þegar við Bjarni vorum að tala saman, Bjarni Bindusson, og við vorum að ræða málin svona og Bjarni var orðinn harður á því að við ættum að bjóða Halldóri að verða forseti Íslands og við ættum að lýsa yfir stuðningi við hann til þess að þá sagði Bjarni við mig en farðu ekki skríðandi upp yfir. Það var það eina og þetta var nú kannski brandari en samt sem áður ákveðin áminning. Nú svo vildi Halldór ekki, það var mjög merkilegt að upplifa það að faktist að bjóðunum forsetaembættið því ef hann hefði sagt já þá hefði ég ekki getað séð neina strauma sem hefði komið í veg fyrir það og hann satt þarna og hugsaði og þá segir Halldór, er það gott jobb? Og þá spurði hann, er einhver peningur í því? Og sagði það, nei, það passaði ekki. Það passaði ekki, rithöfundur getur ekki glatað frelsi sínu með þeim hætti. En það kom það nú í ljós fljótlega og við Bjarni þökkum Guði fyrir það vegna þess að það leið ekki á löngu þar til að þessi væntalegi forseti var búinn að skrifa alveg rosalega skammarbók utanríkisráðherra landsins og það hefði nú ekki passað vel. Það er það sem tekur frá manni gleðina af að vera rithöfundur. Það er að þurfa að standa í þessum erindrekstri og maður hugsar oft til þeirra daga þegar allir þessi góðu menn létu mann í fríði og maður gæti setið bara við sitt litla borð og litla glugga og haft hjá sér bara einn lítinn dívan til að sofa á og allir létu mann í fríði. Hvað sem öllum erfileið var Halldór alltaf mjög agaður í vinnubrögðum enda hefði hann seint orðið jafn afkastamikill og raun varð á ella. Ef ég er með bók í smíðum og annað borð þá er ég venjulega komin að verki á mótnana svona klukkan 9:30 og
vinn þá venjulega í einni striklótu fram til klukkan 2 og síðan ég búinn þann daginn og alveg í raun og veru taugaður svoleiðis að ég get ekki hugsað mér að sjá penna eða ritvél það sem eftir dagsins ekki einu sinni skrifa bréf. Já, hann var mjög og hann mjög agaður og vann mjög stíft og maður þurfti að þegja til klukkan 2 á daginn því að hann vann heima. Síðan hvarf hann á svokölluðum skítamánuðum, það þegar haustið að byrja og í 2-3 mánuði og kom yfir hörðustu vetrarmánuðina og fór aftur á vormánuðum út og hélt alltaf sínum rytma, það var sama hvað var að gerast í fjölskyldunni, hann var mjög strangur í sjálfan sig. Ég hef aldrei komist upp á lag með að vinna á nóttinni eins og mér sagt að sumir rithöfundar geri. Ég get ekki unnið nema með frískum kröftum á morgni dags og kvöldin ég og þreyttur og lúinn eftir daginn til þess að ég setjist við skrifborð til að gera alvarlega vinnu. Ég var vanur því lengi að skipta úr einu í annað. Það olli mér löngum sérstökum erfiðleikum. Ég var stundum þreyttur en það var þá ekki líkamlega þreyta heldur þreyta á einhverju sem kennt við taugar sem ég vona sér til og sé ekki tóm þjóðsaga en þá fór ég í fjallgöngur og var oft marga klukkutíma á dag í fjallgöngum. Og hann fór aldrei út öðruvísi en að hafa með sér hérna í vasanum blað og blýant og skrifaði eitthvað hjá sér svona þegar hann var úti. Hann hugleiddi mikið á þessum ferðum. Ég fer stundum í klukkutímagöngu, stundum í 2 tímagöngu, stundum í 3 tímagöngu og það undir því komið hvernig náminn liggur og hvernig veðrið og hvort það eru fuglar á lofti sem að ég get haft skemmtilegt samtal við og svo framvegis. Maður fór með honum út að ganga frá því maður var krakki og hann svona opnaði og kynnti mann fyrir sínum stöðum og fyrir fallegum stöðum og hann hlustaði mikið á músík og kynnti mann fyrir músík og síðan bara gat hann verið voðalega fyndinn og skemmtilegur. En hann var mjög frekur maður, alinn upp hjá konum sem lúffuðu allar fyrir honum og hann breytti því ekkert. Ég maður líka að það alltaf gaman að vera með hann þegar maður var Gullfossi, þegar maður var krakki, sko. Og mamma alltaf svo sjói, og var allir gubbandi, sko, bara í viku, nema hann. Og hann vann, hann fekk sér kátt með vinnuherbergi og svo fengum við mamma að vera með okkur starf staðar. Og hann var, ég man að það var eitthvað settur upp miði upp á, ég held að það var upp á efsta dekk, þar sem að öllum var bannað að fara út vegna veðurs, en svo stóð í sviga nema HKL. Það fór út að ganga það líka, sko. Ég gafst upp á ritvélasamningu, komst í dálítinn óvinskap við ritvélina og fleygði henni út í horn og tók upp gamla aðferðir frá mínum barnaskóla árum að skrifa með hendinni og hef gert það á síðari árum. En það kostar það að ég var að vinna mikið með skrifara. Það stundum nokkuð líkt grjótvinnu en stundum aftur á móti eins og verkið gerir sig sjálft og maður hefur bara fullt í fangi með að láta pennan ganga nógu hljótt. Halldór var þannig sko að það truflaði hann ekkert og hann bara læsti uppi ef því var að skipta og hann treysti mér alveg til þess að sjá þetta og bara kom ekki nálægt fyrir hann kom bara eins og gestur. Maður getur náttúrulega fengið það næði sem maður vill með því að vera ekki á
á hlaupum svona út borg og bí og halda sig heima og stunda sín störf. Skáldsagnahöfundur getur þó ekki bara lokað sig af. Hann verður líka að viða að sér efni, kynnast sérstæðu fólki og Halldór fór margar ferðir út á land í þessu skyni. Ef maður fer út á landsbyggðina og talar við það fólk sem það rótgróið, þá fyllir það hjá manni sagnabelgin á stuttum tíma, svoleiðis að maður hefur nóg í marga reyfara þegar maður kemur tilbaka. Það nú að vissu leyti aukaatriði hvað maður stattur þegar maður skrifar bók. Oft það bara einfallega vegna þess að maður leitar til staða þar sem maður hyggur að sé meira næði heldur en er heima hjá manni. Og í þeim hring þar sem maður hittir fjöldakunningja daglega og þá leitar maður á einhvern sveitabæ eða sjávarþorp þar sem maður hefur engin sérstök sambönd við fólk og þar hef ég unnið mikið af mínum bókum og sveitabæjum og hótelum út á landi. Hann var á hótelum alla tíð, alltaf á bestu og dýrustu hótelum. Það má eiga það. Sú fjölbreytni og það ríkidæmi sem finna má í verkum Halldórs byggist ekki hvað síst á því hvað hann hefur verið duglegur að viða að sér efni á ólíklegustu stöðum. Maður að leita sjálfur að efni sem geti staðið sem undir skáldverki. Og maður leitar og reyndar finnum maður oft allt og mikið og ég segi fyrir mig ég verða oft þegar ég að byrja bók að strika út ákaflega mikið og fella út ýmsa kapítula sem ég var búinn að gera uppkasta eða jafnvel fullgera. Og þetta gerir stundum ekki nóg að því. Halldór var ekki aðeins afkastamikill skáldsagnahöfundur, heldur skrifaði mikið vanda skáldsagnagerðar og stöðu þessarar vinsælu bókmenntagreinar. Í venjulegri skáldsögu þá koma fyrir þetta og þetta margar persónur sem ráða gangi sögunar, persónar sem A og B og C og D og svo framvegis. En í viðbót við allar þessar persónur er ein ósýnileg persóna sem ekki er nefnd í bókinni og það er sögumaðurinn sem stendur fyrir sögunni og býr til söguna og hann leyfði ég mér að kalla plus X af því að hann plus X hann er til viðbótar við allar aðrar persónur sem þarna koma fyrir í bókinni. Þessi maður sem að þykist skrifa bókina er honum ekki ofaukið. Hvað er hann að vilja þarna? Hvernig veit hann þetta? Það er hægt að sanna að hann hefur ekki verið á staðnum og er hann ekki alveg og þarf ekki bara best að skrifa leikrit þetta þá verður maður laus við þannig mann sem hefur allstað legið á hleri og verið á gæjum svona gáttaþefur og gluggagjægir af profesjón. Hvernig á hann að losa sig við þennan leiðanlega mann? Þá kemur enn upp það atriði sem ekki er hægt að mæla á móti að svona menn, þessir anstíkilegu menn, sagnaskáld, þeir hafa sumir hverjir verið svo miklu snillingar að veröldin verið miklu fátækari ef þeir hefði ekki verið til og sett saman þessar sögur sem hægt er að sanna tiltölulega auðveldlega að séu uppspunnir og rótum eða minnst að verulegu leyti. Og þá kemur þetta mikla spursmál sem er höfuð spursmál hjá allir skáldsagnagerð að það er ekki hægt að skrifa góða skáldsögu sem hefur nokkra lífstaug eða lífsnesta nema sá maður sem skrifa bókina plus X hann sé eins ósýnilegur eins og hægt er að gera sig.
Eins og væntamátti gerði Halldór sér góða grein fyrir vanda skáldsögunar á 20. öld. En hún hefur á okkar dögum ýmist verið sögð dauð eða síung. Öldin sem leið var einhver stórkostlegasta öld í skáldsögu sem verið hefur og við sem skrifum á þessar öld lifum á þeirra arfleifð að miklu leyti. Enska og franska og rússneska skáldsagan, þetta voru stórminni sem að unnu mikil afrek í skáldsögu á þessum löndum. Svo tók Ameríka við og af öllum þessum mönnum hef ég reynt að læra eins mikið og hægt var fyrir okkar tíma. En núna hefur skálsagan verið á miklum hniggunarskeiði. Held ég minnst ég óvægt að segja, minnst kosti myndi eftir almennri bókmenntasögu myndi hún held ég vera skálsagan núna skilgreind sem hnignandi miðill. Því var meðal annars haldið fram að það væri bókstaflega ekki nokkur ástæði til að skrifa skáldsögur öllu lengur. Það væri nýjir fjölmiðlar komnir sem að gerðu skáldsöguna ómerka og margir töldu að skáldsögan hefði þjónað hlutverki sínu og væri dautt form. Ég svaraði því eitthvað á það leið að listin að segja sögu eða þó ekki verið nema sá verknaður að segja sögu mundi alltaf verða við líði meðan fólk væri talandi og meðan menn segðu hver öðrum einhver tíðindi eða viðburði af því sem þeir hefðu annarkvort séð eða verið vitni að og það væri tómt mál að ímynda sér að menn mundu nokkurn tíma hægt að segja sögu hér á jörð meðan þeir hefðu málið. Skylda rithöfundar að skrifa það sem hann býr í brjósti. Alveg sama ef hann vil brenna upp allan heiminn þá var hann að skrifa það. Það er mjög óörugg investering að fá menn til þess að skipta skoðunum út í sínu vilja. Maður veit ekki hvort fjandað þetta eitthvað búið að gera. Að það er ekki hægt að skipa mönnum fyrir verkum út í frá þegar þeir eru að fara að skrifa eða semja. Þeir verða að gera svo vel og gera það upp á eigin spýtur og upp á eigin reikning og það að skrifa, það er eiginlega nokkur svona prívat jóga sem að enginn getur hjálpað manninum í ekki einu sinni bestu ritdómarar. Heldur verður hann að leysa það af hendi sjálfur. Sögur Halldórs Laxness virtust vekja athygli fyrir allt, listrænan búning, boðskap og jafnvel stafsetningu, en þar fór Halldór nær alla tíð sínar eigin leiðir. Það hefur ætlað svolítið til að ég fann mjög snemma að svo mikið konstrúerað og gerilsnetta stafsetning sem fyrirskipti í skólum, hún væri óbrúkleg fyrir minn stíl og mína hugsun. Svoleiðis að ég reyndi að ryðja burt þessari yfirbyggingu af skólakennaranónsensi sem stafsetningin er full af og komast nær svona eins og sveitamenn skrifa eða kunni ekki stafsetningu. En ef maður tekur bréf eftir bónda frá 19. öld og prentar þar, þá er kurt orð meira eða minna vitlaust skrifað en málið á bréfinu er samt klassist. Það er að taka hvaða bréf til hvaða bónda sem er frá 19. öld og prenta það er klassist mál. En stafsetningin er bara eftir tilfinningu eða þess maður sem skrifar hverju sinni. En alveg þveröfugt við þessum núna. Nú skrifa allir nokkurn veginn rétta stafsetningu, einhverja klúður stafsetningu sem hefur verið búin til hér fyrir skólana alveg mér er við að segja vindþurrkuðum málfræðingum og hún passaði ekki við minn hugsunarhátt.
Ég hef ekki getað skrifað mínar bækur með þessari skólastafsetningu sem hér er kennd. Það voru allt aðrar bækur og ég sé að menn eiga mjög erfitt með að segja með að skrifa almennar blaðagreinar og fréttir í blöðunum með þessari stafsetningu sem er kennd í skólunum. Hún er svo þunglamleg. Ættum við þá bara að taka upp þann hátt að svo skrifaði hver sem honum sýndist og hjálpil? Já, það má gefa einhverjar grundvallarreglur en ég tel að mönnum sé alveg frjáls skrifa að þeirri stafsetningu sem þið vilja, það kemur öðrum mönnum ekkert við, það á ég að hafa einhverja stafsetningu á opinberum ritum og því sem er gefið út á stjórnarráðinu og svolítið stofnunum. Öll mín verk að minnst að frádregnum mínum frumverkum sem unglingur, þau eru nákvæmlega rannsökuð og hvað maður að segja, gagnrýnd af þeim mönnum sem að ég fann hæfast til þess starfs. Ég hef alltaf unnið í sambandi við málfræðinga og aldrei sent frá mér neitt verk sem mér ekki var samum nema ráðgast við marga menn. Það er þá margir búnir að lesa handritið áður en það fer í? Já. Það er að segja, kannski ekki, ég á við þegar ég segi marga menn, það er í gegnum tíðina. Þeirra eru dauðir og aðrir eru horfnir eitthvað annað og ég hef ekki samband við þá en ég hef orðið að sjá eftir mörgum mínum bestu gagnrýnendum fara af þessum heimi á undan mér og stundum að mér finnst það svona dálítið verskjaldaður uppi. Alveg eins og ég. Það er líklega þannig með flesta skáldsagna-höfunda að það hefur verið smíðað innan í þá dálítill hópur af persónum, skáldsögupersónum sem að nokkurn veginn samur og jafn. Það er alltaf sömu persónunar meira eða minna sem undir nýjum nöfnum eru að koma fram í skáldsögum sama manns hvað sem hann skrifar margar. Ég er engin undantekning frá þeirri reglu í mínum bókum munu koma fyrir margar persónur sem eru líkar hver annari frá bók til bókar. Ég get ekki búið til sögum fólk, einhver lifandi ósköp af fólki. Ég verð að hafa allhverja persónu á sínum stað og lógiska bæði út af fyrir sig og í sambandi við aðrar persónur sem koma fyrir. Þetta er allt fræðileg starfsemi. Ýmsir kallar hjá mér eru furðu líkir hver öðrum án þess þó að þetta er alveg sami maðurinn. Sko það er hópurinn sem er innbyrðis skildir hver öðrum og líkir hver öðrum. Ég skrifa nú eiginlega mestmegnis sögur úr litlu ævintýralífi. Það er helst menn sem eru svona á rölti einsamlir út í náttúrunni eins og ég hef gert mikið það sjálfur og menn sem er að reyna að finna botn í hlutunum með því að vera út af fyrir sig. Það er mikið að minni ævi hefur farið í slíkar æfingar eða hvað maður á að kalla það. Hefur þá í raunin orðið að neita þér margt bæði andlega og veraldlega til þess að geta unnið þitt starf? Nei, það hef ég ekki gert fyrir því. Ég hef aldrei neitað mér neitt sem mig hefur langað til að gera. Það hefur ekki komið fyrir. Ég hef spurður að því af blaðfréttamönnum, bæði hér og einhverjum í útlöndum, hvort ég hef ekki orðið að svelta þetta lengi til þess að verða rithöfundur. Þessi spurning er með öllu ókunnug og óskiljanleg og ósetjanleg í sambandi við sjálfan mig. En aftur á móti
setja hann alltaf í samband við bókina Súlt eftir Knút Hamsun sem það að maður að svelta svo mikið til þess að vera rithöfundur. Þessi reynsla mér alveg ókunn. Já, þú ert ekki, sannarlega ekki verri rithöfundur fyrir bragðið að þú ekki þurft að svelta. Ég veit það ekki, kannski hef ekki orðið ennþá betri ef ég látið svelta einhvers staðar sem ég finnst eitthvað svo mikið út í bláinn og mikið bulltal að ég hef ekki tilhneigingu eða reaksjón í mér til þess að ansa því. Ég man aldrei eftir að hafa fallið úr hjá mér máltíð alla mína ævi. Hafi ég ekki verið bara slæmur í magann eða slið. Verður ekki stundum ábyrgð höfundarins svona eins og farg þegar maður veit það að maður getur verið örlagavaldur í lífi fólks og mótar kannski heila kynslóðir sem líta til manns og ætlast til þess að maður sé leiðsögum maður í. Það hef ég nú næstum hverju vanda eins og þú hefur verið fyrir mörgum kynslu. Já, þú segir það. Ég hef aldrei haft á hugmynd að ég væri að skrifa fyrir fólk einhvers konar lærdóma til þess að lifa eftir. Heldur til þess að vekja það til gleði og skynsamlegra athuga samfara ánægju. Já, fyrst og fremst skynsam. Já, beita skynsemi. Já, beita skilningavitum. Skilning og skynsemi. Ég hef verið svona heldur átt við þá hugsjón. Ýmsir ætlast til þess að maður á þínum aldri og í þinni aðstöðu gjörðu svo vel að sitja kyrr á fríðarstóli og láta hylla sig án þess að trufla daglega umferð. Heldur að þú eigir ekki erfitt með að sitja kristilega stilltur á ólimstindi? Verður ekki freistandi að haga þér eins og goðinn hjá Hómer og gera minnstakosti skyndi atrennur til að grípa inn í mannlífið? Já, ég held nú að við þessari spurningu verðum við að senda svar að handan. Gott kvöld, útför Halldórs Kiljans Laxness fór fram frá Kristkirkju í Reykjavík í dag. Halldór var skáld samúðarinnar, fegurðarinnar og hinna heilögu návistar sagði séra Gunnar Kristjánsson meðal annars í minningarorðum. Bálför Halldórs fer fram frá Fossvogskirkju eftir helgi en aska skáldsins verður lögð í jörð í Kyrþey að Mosfelli í Mosfellsdal. Athöfnin fór fram að kaþólskum sið en Halldór tók kaþólska trú þegar hann var ungur maður. Auk fjölskyldu Halldórs voru viðstödd athöfnina forsetahjónin, fyrrverandi forseti auk annara opinbera gesta. Íslensk tónlist var flutt við athöfnina meðal annars lög við kvæði eftir Halldór. Séra Gunnar Kristjánsson, prófastur, flutti minningarorð við athöfnina en það var séra Jakob Rolland, einn presta kaþólska safnaðarins hér á landi sem jarðsöng. Ég veit að sumir munu undrast það að ég skuli tala trú Halldórs Laxness og sumir eftir vill munu jafnvel hneykslast á því að hann sé jarðsunginn frá kaþólskri kirkju. Var hann trúaður? Á hann í raun og veru samleið með Jesú Kristi? Eða hafði hann ekki fyrir löngu varpað af sér og kristindómsins? Ég veit að maður getur lesið ýmislegt í ritum hans sem kemur ekki heim og saman við boðskap kirkjunnar. Efasemdir í trúmálum
voru honum yfirsterkari tíma. Halldór setti svipa á íslenska þjóðmála umræðu langt fram eftir þessari öld. Hann var upp á sitt besta á þeim tímum þegar rithöfundar fengust við meira en að skrifa bækur. Hann var þjóðfélagslegur umbótamaður á breytingatímum í íslensku samfélagi og einatt í eldlínu hinnar pólitísku baráttu. Hann var því löngum umdeildur í íslensku þjóðlífi. En það hlutskipti lét hann ekki á sig fá. Hann var fyrir árásum en hann gat einnig reitt til höggs. Gunnar gerði einnig að umræðefni afstöðu Halldórs til trúarinnar og kirkjunar. Hann hefði í raun aldrei afneitað grundvallar hugmynd kirkjunar og á efri árum hefði hann nálgast kaþólska trú á ný. Vér kveðjum Halldór Laxness, hið skapandi og gefandi skáld sem náði ævintýralegu sambandi við þjóð sína og við getum spurt hversu óendanlega fátækari þjóðin væri hefði hún ekki eignast verk hans. En þjóðskáldið Halldór Laxness kveðjum við aldrei í eiginlegri merkingu þess orðs. Ungir sem aldnir njóta verka hans ókomna tíma, ljóð hans verða sungin og leikrit hans flutt. Hinar sterku persónur skáldsagnarinna verða á meðal vor, Salka Valka, Ólafur Kárason, Bjartur í sumarhúsum, Ásta Sóllilja. Hinar litríku persónur eru aldrei langt undan. Til þeirra vitnað í daglegu tali, á hátíðastundum við dagleg störf til sjávar og sveita. Það eru lifandi í íslensku þjóðlífi. Þeir sem báru kistu Halldórs Kiljans Laxness í dag voru Hjálmar H. Ragnarsson, forseti Bandalags íslenskra listamanna, Ólafur Ragnarsson, útgefandi skáldsins, Jón M. Guðmundsson, fyrrverandi oddviti og bóndi á Reykjum í Mosfellsveit, Tór Vilhjálmsson, rithöfundur, Auður Jónsdóttir, dótturdóttir skáldsins, Halldór Þorgeirsson, tengdasonur hans, Þór Kolbeinsson, dóttursonur Halldórs og Halldór E. Laxness, sonarsonur hans. Og fólk kom víða saman og fylgdist með beinni útsendingu sjónvarpsins frá útför þjóðskáldsins. Ríkisstjórnin bauð til erfidrykkju að útför lokinni. Halldór Kiljan Laxness var heiðursborgari í Mosfellsbæ og bæjaryfirvöld í bænum ákváðu í samráði við fjölskyldu Nóbelsskáldsins að gefa bæjarbúum kost á að fylgjast með útförinni héðan úr Hlégarði. Í Hlégarði var útsendingu sjónvarpsins varpað á sýningartjald á sviðinum en sjónvarpsskjám var einnig komið fyrir húsið. Séra Jón Þorsteinsson sóknarprestur fór með bæn og ávarpaði samkomuna. Sérstök gestabók lá frammi þar sem Mosfellingum gafst kostur á að votta hinum látna virðingu sína. Þá kom fólk saman í safnaðarheimili kaþólska safnaðarins við Hávallagötu í Reykjavík og fylgdist með útförinni af sjónvarpsskjám. Að útför Halldórs Kiljans Laxness lokinni bauð ríkisstjórn Íslands til erfidrykkju í Sólnasal Hótel Sögu. Þar voru meðal annarra fjölskylda skáldsins, ríkisstjórn Íslands ásamt mökum, forseti Íslands herra Ólafur Ragnar Grímsson og frú Guðrún Katrín Þorbergsdóttir, frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands og vinir og vandamenn Nóbelsskáldsins.